gleðina. Komið sæl og verið hjartalega velkomin í beina útsendingu frá leik í Olísdeild karla Haukar FH. Við erum stödd á Ásvöllum í Hafnarfirði og það er nágrannaslagur að fara hér fram. Ég heiti Gunnar Birgisson og með mig verða Bjarki Sigurðsson og Reynir Þór Reynisson. Strákar, ef við byrjum bara aðeins að ræða stöðuna í deildinni. Hefur þetta munið eftir því að þetta hafi verið svona spennandi þegar það eru bara 2 umferðir eftir? Nei, ég man ekki til þess í bara langan tíma. Nei, þetta er óvinni spennandi núna, eins og þú segir, bæði á botninum og toppnum. Já, ég meina þú ert með 3 lið með 33 stig og þau geta öll orðið deildarmeistarar. En svo náttúrulega kemur þetta innbyrðisdæmi inn í þetta. Mér sýnist á öllu að FH standi best af vígi af þessum 3 liðum. FH náttúrulega með innbyrðisviðureignar bæði á IBVF og Hauka og náttúrulega ef þeir vinna í dag þá eru þeir í algjöru bílstjórasæti með að vera deildarmeistarar. En þetta er svona, maður þarf að vera með svona nokkur háskólapróf allavega til þess að geta reiknað þetta út sjálfur. Já, ég meina ef þú skoða leikinn sem að byrjaði klukkan 18:00 fyrir norðan að ég meina Akureyri er búin að vera að leiða þann leik og það er ekkert mikið eftir, þannig að IBVF er kannski hellast á lestinni, þannig að þetta getur orðið þess vegna bara úrslitaleikur. Staðan í Vestmannaeyjum 18-18, Akureyringar að koma þar gríðarlega mikið og óvart. Reynir, ef að FH-ingarnir vinna þetta í dag þá verða þeir deildarmeistarar, er mér sagt, gegn því að Akureyri að sjálfsögðu vinna í Eyjum. Já, þú meinar það, já. Við eigum náttúrulega að sjá það gerast. Akureyringarnir eru búin að leiða þennan leik og þannig svona eins og Vestmannaeyingarnir sé að koma þarna og síga jafnvel fram úr á síðustu mínútunum, maður veit það ekki. En það er alveg rétt, FH-ingarnir eru í góðri stöðu og þeir eiga bara fyllilega skilið. Þetta er svona eitt af þeim liðum sem er bara búið að jafnbest í allan vetur, góður stöðuleiki og gott jafnvægi í liðinu. En áður en að við höldum áfram að ræða þennan leik sem er að fara fram hérna eftir örskamma stund, þá ætlum við að sjá hvað þjálfararnir Gunnar Magnússon og Halldór Sigfússon höfðu að segja. Halldór, ég er ekki að ljúga neinu þegar ég segi að það sé ansi mikið undir hérna í kvöld. Nei, það er ansi mikið undir, en þetta er nú samt einn af 27 leikjum með deildinni, þannig að þurfum svo sem ekkert að fara eitthvað fram úr okkur. En þetta er samt sem áður mikilvægur leikur. Hvernig leggur þjálfari svona stóru leiku? Við leggjum hann svona eins og við höfum verið að leggja þessa leikja móti Haukunum upp, ákveðna taktika móti þeim, varnarlega og sóknarlega, en svona maður reynir líka að passa bara að spennustigið fari ekki of hátt og þess áttar, en flestir af þessum strákum hafa tekið þátt í þessum leikjum áður og vita hvort þetta snýst og þetta er náttúrulega svona svolítið meira heldur en kannski bara, þú veist, hvað liðinu er deildinni núna, en þetta er líka hafnarverðslagur. Hvað þarf að stoppa í Haukum? Það þarf náttúrulega að stoppa hjá þeim flæðið sóknarlega og passa upp á að þeir fá ekki mikið að öldum mörkum. Bæði eru með góða skyttur sem að þurfa sína flugbraut og þess að þar. Við þurfum svona ná ákveðnum hlutum fram til þess að stöðva það og svo þetta að vera skynsamir sóknarlega, mjög skynsamir og fá ekki mikið að mörkum í bakið. Eru þið meðvitaður stöðuna í Vestmannaeyjum og ætlið að vera meðvitaður hana? Nei, við einbeitum okkur bara þessu verkefni og það er bara það verkefni sem er í gangi, það er nú að leikur á móti Haukum og við ætlum ekkert að vera að hugsa neitt annað en að vera. Takk fyrir þetta. Það er óhætt að segja bara gleðilega hátíð. Nú þið tapið fyrir leiknum á móti FH hérna á heimavelli og þið býðið svo afhróð í Eyjum síðustu helgi. Þetta hlýtur að vera svona leikur sem að mótivera sig sjálfur, það er að segja fyrir leikmenn. Jú, að sjálfsögðu er þetta leikur sem allir vilja vinna og ég segi það bara, við getum bara að tala íslensku, við gerum bara baka í Eyjum í síðasta leik og ef það er eitthvað spunni okkur sem lið þá komum við tilbaka núna í kvöld með alvöru frammistöðu og þetta er bara svolítið karatist fyrir okkur, fínt að fá alvöru slag hérna og nú svolítið bara reynir á okkur sem lið, sín úrkurinn gerðir. Hvað þarf að stoppa í FH-ingum? Þeir eru bara ótrúlega vel rútinar og vel manna lið og þetta er bara gamla klísjan, við þurfum að vera rosalega aga sóknarlega, stoppa hraðablöpin, Óðinn er góður í að refsa hérna og stoppa það að fá auðvöld mörk, láta á stillu upp sem oftast á okkur og svo þurfum við vörn og markvörslu í kvöld, það er klart mál og það er svona kannski lykillinn svo í framhaldinu að ná góðri vörn og keyra það. Það verður væntanlega mikil stemming og þeir eru svona stemmingslið. Hvernig er staðan á hópnuðinu? Það er mjög góð og við höfum sýnt það í
síðustu mánuði og ára. Við erum alltaf bestir þegar mest á reynir og sterkir andlega og við þurfum að sýna það í kvöld. Verður þetta eins og í laginu að Haukar verða alltaf bestir? Það er sjálfsögðu markmiðið og við ætlum okkur sigur og ekkert annað. En það verður erfitt, FH-liðið er mjög gott en við ætlum okkur sigur í kvöld, það er klart. Takk fyrir þetta. Strákar, Haukarliðið náttúrulega mikið búið að ræða, tapa náttúrulega ansið stórt í Eyjum og tapa svo fyrirleiknum á móti FH hérna á heimavelli. Er þetta ekki orðið kannski svolítið sálrænt bara? Sko, Haukarnir hafa ekki sýnt mikinn stöðuleika í allavega þessum 2 leikjum og sér í lagi á móti IBVF út í Eyjum. Það sé bara afhróð. Bara skelfilegu leikar af þeirra hálfu og Gunni sagði það sjálfur, þetta er versti leikur sem þeir hafa spilað undir hans stjórn. Á meðan FH-ingarnir hafa verið að sýna stöðuleika og ég fer ekkert ofan af því að ég held að FH sé komið aftur tilbaka með sitt fyrirverandi hraðauppleifslið. Þetta er langbesta hraðauppleifslið deildarinnar frá því 1990-95 og svo fyrir utan það að þeim hefur ekkert liðið rosalega illa að spila hérna í Sengurhöllinni, þannig að það er náttúrulega einmitt málið og Haukarnir vinna síðast heimaleik hérna í deildinni og það er 2015 í desember. Þannig að þetta er komið ansi löng eyðimerkurganga það sem þeir hafa ekki unnið í deildinni hérna á heimavelli en Reynir, mikið verið rætt Janus Daða og hans brotthvarf úr Haukum. Er hann svona mikilvægur? Eru Haukarnir bara ekki svipar nema Janus inn á? Já, ég held að hans brotthvarf hafi skipt miklu máli fyrir Haukana. Hann náttúrulega sá leikmaður sem var þeirra langbesti leikmaður og þetta var svona hjarta og heilin í þeirra leik. Og svo finnst mér bara að þessi nýji leikmaður eins og Ívar hann Króatinn, hann er mjög takmarkaður leikmaður, þetta er góður skotmaður en hann er svona ofsalega lítið spunni í hann að öðru leyti, lítið bolti í honum. Tjörfi er að koma aftur inn í lið, þannig að það er svona ýmislegt sem hann þarf að slípa sóknarlega. Svo finnst mér Jón Þorbjörn og Heimir, þeir eru seinir á fótum, þannig að þeir eru dálítið brothættir líka varnarlega. Ef við förum aðeins yfir FH-liðið líka, þetta er kannski svona lið þar sem, þetta er algjört lið, það er engin sem að skarar eitthvað svona fram úr, það eru flestu lið með svona algjöran svona go-to náunga, en þetta er svona kannski lið sem að þeir spila bara á þessum 7 sem er inn á. Já, ég verð að segja það að það var kvalreiki fyrir FH-ingana að fá Ágúst Birgisson inn í liði hjá sér jólin í fyrra. Hann í rauninni kom, þetta er sterkur einstaklingur, hár, góður varnarmaður, góður línumaður í sókn. Hann þetta var einhver svona, má segja bara línu sem að vantaði inn í varnarleikin hjá FH-ingunni til að þétta miðpakkan og það er bara að skila sér í dag. Þeir eru feiki góði varnarlega, þeir eru með 2 mjög öfluga markmenn og sem skilar þeim í fullt af flottum hraðauphlaupum. Það er synd hins vegar að Ásbjörn virðist eitthvað lemstraður og sama með Tjörfa, hann er líka lemstraður og kom upp úr erfiðum meiðslum en þetta eru kannski póstarnir í báðum liðum sem eiga að bera þetta uppi. Algjörlega, við skulum spóla aðeins aftur tilbaka, við skulum fara í 15. desember í fyrra, þá mættust þessi lið í Kaplakrika. Sá leikur endaði 29-30 Haukum í vil. Strákar, við vorum mættir hérna saman á þennan leik. Þetta var rosalega kaflaskiptur leikur. FH-ingar yfir í hálfleik og Haukarnir svo á lokamínútunum einhvern veginn á að sigla þessu heim svona siglusigur og það var bara eins og svo oft áður að það var Janus sem að leiddi Haukana að sigri þarna. Já, nú er þetta að spyrja mig um leik sem að er fyrir löngu liðin, þannig að ég man ekki alveg hvernig það prófaðist. Ég var búinn að gleyma að þið væri miklu yngri en ég. En sko, FH-ingarnir líta óvenjulega vel út og mér finnst svona þessar viðregnir síðustu, kannski ári hafa verið óvenjulega skemmtilega miðað við síðustu ár. Þá hefur svona annað lið alltaf verið mun sterkara en þessi lið eru feikilega öflug í dag og ég held í mitt að í kvöld þá munum við örugglega sjá góðan leik og mikla spennu og mikla dramdi. Aðeins út í Tjörfa, þetta er náttúrulega maður sem þeir verða eiginlega að fá í gang fyrir úrslitakeppni út í því að leikstjórnarstaðan verið svona svolítið í lausu lofti það. Já, ég meina sjálfsögðu verður að fá hann inn. Ég meina ég sá leikinn Haukar Afturölding þar sem hann kom inn og ætlaði að fara að taka upp gamla takta fyrir meiðslinn og hann í rauninni átti engan séns og þessi meiðsli eru bara gríðarlega alvarleg og hann þarf bara mjög langan tíma til þess að koma sér í gang. Og ég stórrefa það að hann verði eitthvað 100% í úrslitakeppninni. Og sérstaklega þegar álagið verður ennþá meira. Já, ég meina þarna ertu farin að spila með 1 hvíldardag á milli og ég sé það ekki gerast. Förum aðeins aftur yfir í Haukalið Ivan Ivkovic. Þetta er strákur sem er fæddur árið 1996. Hann er 207 cm á hæð, örfhent skytta og með þennan feril, ég meina hann á leiki fyrir Zagreb í Króatíu, Tatran Presov í Slóvakíu. Er það? Já. Er þetta alveg kláraði? Já. Ég segi bara eins og Reynir hérna rétt á hann.
þessi leikmaður takmarkaður. Mér finnst hann ekki sérstakur. Það er nefnilega það sem ég ætlaði að spyrja ykkur að. Ég meina, þetta var svona kannski þeirra tromp sem að þeir ætluðu að leggja út eftir að Janus fór. Er þetta skotið við markið? Sko, já, ég veit ekki. Þessi leikmaður náttúrulega hefur ýmislegt fram að færa. Þetta er gríðarlega skipta. En ég er ekki viss og mér finnst hann ekki hægt að vera að byggja mikið á hann eins og út í Eyjum. Hann byrjaði þar, hann var tekið mjög fljótlega út á. Þeir settu Daniel hægra megin og svo kemur Elías Már aftur hægra megin. Þannig að hann hefur ekki alveg traustið. En þetta er feikileg skipta og þú veist, það er gott að henda honum inn og þú veist, hann getur kastað á marki. En það var mikið rætt það var mikið talað hvar hann er búinn að vera, hæðin á honum, hann er örfendur. Akkur er hann þá á Ísland? Já, hann er með eitthvað rep. Ég veit ekki hvar Gunni gróf þennan mann upp. En sko, í 2.07, þetta er leikmaður sem geta hoppað við markið og nota hendina alveg úr hæstu hæðum. Ég hef ekki síðan gera það. Eina sem ég get hafa síðan gert er að þegar hann hoppar upp og þá skýtur hann allt út frá hendi og með frá síðu á leikmönnum. Þetta er ekki fittari, þetta er ekki maður sem Haukarnir átt að vera að leta af. Ég sá hann líka í bikarhelginni, undanúrslitunum á móti Aftureldingu. Einmitt þegar komið fram að lágan, þú veist, hann átt engin svör. Hann getur ekki fintað og hann getur ekki gert neitt nema skotið. En svona kannski, já, stjörnuleikmaðurinn í FH-liðinu, Óðinn Þór Ríkharðsson. Þetta er náttúrulega bara strákur sem er væntanlega bara framtíðar atvinnumaður og framtíðar landsliðsmaður, eða ekki? Jú, þetta er klárlega, hann er framtíðin, þetta er ungu drengur, hann er innan við 20 og... Þetta er úr þinni smiðju, eða ekki? Ég segi nú kannski ekki beint úr minni smiðju, ég þjálfaði hann jú í 1 ár í HK en hann lenti í alvarlegum meiðslum árið áður en ég kom og svo aftur hjá mér. En það er bara hann að segja, hann ákvaði að taka hann fól í hæðin að færa sig og fór í fram, þar sem hann stóð sig mjög vel og síðan komst hann í FH undir ósku eftir honum og hann er bara blómstra. Þetta er frábær handboltamaður. Ef við erum með 2 frábæra hægri hornamennina, Arnar Þór Gunnarsson er meiddur og það fyrir að styttast í næsta landsliðsverkefni. Hvort tækið þið? Guðmund Árna eða Óðinn? Þetta er svo erfið spurning, ég meina... Ef við gefum okkur það að Teddy sé þarna inni, ef þið þurftu að taka einhvern til vara fyrir þetta? Ég myndi taka Guðmund, hann hefur náttúrulega komið með töluvert reynslu og Óðinn er miklu yngri, þetta er ungur leikmaður og á eftir að fá reynsluna, þannig að við skulum gefa honum smá tíma. Já, ég er sammála reyni þarna. En við fyrir að gefa boltan yfir á Þorkel Gunnar Sigurbjörnsson, staðan í Eyjum, 21-20 IBVF í Vil. Þorkel Gunnar, yfir til þín. Jó, takk fyrir. Styttist í að þessi Hafnarfjarðarslagur Hauka og FH hefjist hér í Schenker-höllinni að Ásvöllum. Liðin komin hér inn á og það eru allir heilir hér í dag. Engin meiddur. Fyrstur til leiks hér er kynntur einmitt Tjörvi Þorgeirsson, en hann misti af leiknum í Eyjum á móti IBVF. Það var nú eiginlega bara svona út af dúknum í Vestmannaeyjum sem að hann þeir ákvaða að vera ekkert að tefla 2 hættur þar, en við sjáum hér leikmannahópinn. Lítið breytt þarna frá því hefur verið í vetur. Markverðir er náttúrulega Gretar Ari og Gítrius Már Kúnas. FH-ingar og Haukar bæði með 33 stig fyrir hennar leik, rétt eins og IBVF. Það mun örugglega talsvert mæða þessum manni hér í dag, markverðið FH. Ágúst Elí Björgvinsson. Dómararnir í dag, sjáum þá hér, það eru Ólympíudómararnir Jónas Elíasson og Anton Gylfi Pálsson. FH-ingar unnu Gróttu nokkuð samfærandi á sunnudaginn. Það er stutt frá síðasta leik hjá FH, hafa verið á góðu skriði í deildinni. Og eins og þeir komu inn á, þá var Óðinn Þór Ríkharðsson verið frábær fyrir FH í vetur. Minnast með andardagsstögg Hermanns Þórðarssonar, fyrrverandi formanns Hauka. En hér er mínútu þögn til minningar Hermann Þórðarsson, fyrrverandi formann Hauka. Á 87. aldursári. Hann lést 85 ára. Hermanns Þórðarssonar. Takk fyrir.
Þá heldur við getum farið að hefja leikinn eins og áður segir IBVF FH Haukar öll með 33 stig fyrir þennan leik. FH-ingar standa besta vígi hvað innbyrðis viðureigni varðar, þannig að FH-ingum nægir að vinna þá leiki sem eftir eru. En það sem að myndum kannski gera þessa toppbaráttu svona, já, hvað áhugaverðast það væri náttúrulega ef að Akureyri inni í Eyjum í kvöld og Haukar inni þennan leik, þá væru ansi mörg reikningsdæmi fyrir lokaumferðina. En staðan í Vestmannaeyjum á móti IBVF Akureyri, hún er 22-21 fyrir Eyjamenn þegar 2 mínútur eru eftir. Akureyringar með boltann, Akureyringar að berjast fyrir lífið sínu í deildinni, en ég skýt nú úrslitunum úr þeim leik að hér eftir smástund. Reyndar nú í reglum HSÍ það eigi að leika síðustu 2 umferðirnar í deildinni á sama tíma. Ég sá nú að það voru einhverjir menn hér hjá Haukum að hrista hausinn yfir því áðan að þessi leikur IBVF Akureyri væri spilað á undan, en það hlýtur nú allt saman að vera vegna samgöngumála milli lands og Eyja. En hvað er það? Við snúum okkur að þessum leik sem er hér framundan, Haukar FH. Það eru Haukar sem byrja með boltann í sínu rauðu búningum. Grétar Ari Guðjónsson byrjar í markinu hjá þeim. Tjörvi Þorgeirsson klár í slaginn, byrjar í sókninni. Grétar Ari hefur verið nálægt landsliðinu á undanförnu og spilaði nú meðal annars með landsliðinu í undankeppni EM í haust. Leikurinn hafinn, Haukar byrja með boltann, Hákon Daði Styrmisson í vinstra horninu, Adam Haukur Bamrúk, Tjörvi Þorgeirsson og Ívan Ivkovic fyrir utan, Guðmundur Árni Ólafsson í hægra horninu og Jón Þorbjörn Jóhannsson á línunni. Adam reynir línusendingunni, Jón Þorbjörn sem fer í gegn, dæmdi lína á Jón Þorbjörn. Standa vörnin ágætlega FH-ingar þarna. Einar Rapp kemur honum á Jóhann Birgi. Jóhann Birgi er aftur á Einar Rapp sem kemur honum ekki út í hornið. Það var vegna þess að brotaði honum, aukakast. Fyrstu uppstiltu sókna hjá FH-ingum, Ásbjörn Friðriksson á miðjunni, Jóhann Birgir Ingvarsson úti vinstra megin og Einar Rapp Eiðsson hægra megin. Og í hornunum hægra megin Óðinn Þór Ríkarsson, vinstra megin er það Þorgeir Björnsson, Ágúst Birgisson á línunni. Kemur Ágúst út á línunni. Reynir að búa til pláss þarna fyrir Jóhann Birgi, Einar Rapp. Hendurnar komnar á loft hjá dómarunum, eitthvað er að fara að gerast og Adam Haukur Bamrúk kemst inn í þessa sendingu. Fer í hraðuplaupið og þetta er varið hjá Ágústi Elí Björgvinsinni. Það byrja vel í vörninni FH-ingar. Sá algjörlega þetta Ágústi Elí Björgvinsson. Þetta fer hægt af stað í markaskorun. Sjáum aftur. Vel gert hjá Adam Hauki að komast inn í sendinguna, en Ágústi Elí með þetta allt saman á hreinu í markinu. Kast. Jóhann Birgir Ingvarsson með fyrsta markið. FH-ingum yfir 1-0, Haukar strax komnir í sókn, Daniel Ingarsson núna út í sókni á Haukum. Adam, Einar Rapp fer vel út á mótunum, Tjörvi með skotið og neglir hann í slána. Jóhann Birgir grimmur hann með frákastið. FH-ingar að byrja hann á leik aðeins betur. Munar þó ekki nema einu marki. Haukar ekki að finna leið ennþá til að koma boltanum í markið.
22-21 í eigum fyrir IPVF. Nokkrar sekúndur eftir að leiknum. Einar Rafn með skot og hann kemur boltanum í markið og kemur FH-ingum 2-0 yfir. Einar Rafn Eiðsson verið að leysa þessa stöðu mjög vel í vetur sem hægri skytta. Og mestu leyti á sínum ferli spila sem hægri hornamaður. Hann nú uppálega hérna úr liði Hauka. Einar Rafn, hann fór svo til Fram. Hann fór svo í FH og fór í atvinnumennsku í Noregi. Sneri heim á ný fyrir síðasta tímabil til FH. Sjáum hvort að Haukar ná að brjóta í sig núna. Ivkovic, kemur Tjörvi, dregur svo út. Tjörvi sækir að vörna, kemur honum á Adam Hauk. Akureyringar búin að jafna í eigum og hér kemur fyrsta markið hjá Haukum. Það Króatinn Ivan Ivkovic sem skorar það mark. Minnkar munin í 2-1 fyrir Hauka. Fara hérna Heimir Óli, hans duglega Jóhann Birgi. Mikil spenna í eigum, leikurinn þar endaði 22-22. Akureyringar jöfnuðu á loka sekúndunum og það hleypir bæði topp og botnbaráttunni heldur betur upp. Þá Einar Rafn fyrir FH-inga, Ásbjörn gerir sér líklegan. Og Adam Haukur grimmur þarna út á móti Jóhanni Birgi, hlýtur gullspjald að launum fyrir þetta. Eyjamenn þá komnir á toppinn í bili með 34 stig. Það ljóst að liðið sem vinnur þennan leik verður 1 í toppsætinu fyrir lokaumferðina. Það er kannski bara skemmtilegast að þessi leikur endar með jafntefli, en 2 mínútna brottvísun hér á Heimi Óla Heimisson. Óli Heimisson fyrstur til að fá brottvísun í þessu leik. Spurning hvað FH að gera manni fleiri hér. Jóhann Birgir kemur á Einar Rafn, reynir að opna fyrir Óðinn, lítið pláss þar. Hákon lokaði vel. Hendurnar komnar á lofti á dómaranum, einhverjur er að taka skarið og það gerir Ásbjörn Friðriksson. Fyrsta markið hans. FH-ingar enn skrefi á undan, komnir í 3-1. Haukar skipta markmanninum út til þess að geta verið með 6 útileikmenn. Þeir eru manni færri, enginn í marki á Haukum. Adam Haukur reynir að búa til pláss fyrir Ivan Ivkovic út í hornið á Hákon. Ekki tími fyrir hann að fara í gegn. Tjörvi aftur í hornið og Hákon Daði í gegn og greiðir Ágúst Eli þar. Fyrsta markið hjá Hákoni Daða Styrminsinni, minnka munin í 1 mark. Ágætlega mætt hér á Ásvelli í kvöld. Heila fleiri FH-ingar samt í stúkunni. Frábær línusendingi, áspyrni inn á Ágúst Birgisson sem skorar fyrsta markið sitt. Eykur munin á ný 2 mörk. 2 marka fórusta fyrir FH. Frábær línusending hérna hjá Ásbjörni Friðrikssoni á Ágúst Birgisson. Það eru þessi hluti sem gera Ásbjörn Friðriksson svona gríðarlega mikilvægan fyrir FH-liðið. Kallar Tjörvi eitthvað kerfi, biður Jón Þorbjörn að koma. Adam Haukur á Ivan Ivkovic í kröppundansið þarna. Jóhann Birgir reynda að fiska á hann ruðning. Það var ekki erindi sem erfið í því. Adam í skotið og þessir í stöngina út og FH-ingar með frákastið. Þorgeir sem tekur það. Geysist Þorgeir fram með boltan. Einar róar það niður. Frábær línusending og aftur skorar Ágúst Birgisson að línni. Ég tel ekki neitt varið skot hjá Haukum með þá. 3 marka munur FH yfir. Flottar línusendingar hérna í tvígang. Nú er það Jóhann Birgir sem sendi inn á Ágúst Birgisson. Enginn að passa upp á hann á línni. Og Ágúst búinn að skora 2 mörk í röð núna á línni fyrir FH-inga. Kemur Hákon Daði, leysir inn á línu á Haukum. Tjörvi, til að búa til pláss.
Adam, fín vörn hjá F-fæðingum. Tjörfi fær brotið, Jóhann Karl Reynisson lætur finna fyrir sér í vörninni hjá F-fæðingum. Tjörfi með skotið og Ágúst Eli ver. Annað skotið sem Ágúst Eli Björgvinsson ver. Haukar lengi í gang hér. Sýndu ekki góða takt á móti IBVF en þetta mark hjá Ásbirni Friðriksssyni alveg upp á 10. Annað markið hjá Ásbirni. Hann að byrja hann að leik mjög vel. Ég held hreinlega að Gunnar Magnússon þurfi bara hreinlega að fara að taka leikhlé mjög fljótlega. Hann svo sem ekki fann að gera sér líklegan ennþá en það lítið að frétta hjá Haukum í sókninni. Gengur ekkert upp þar. Þeir reyna aftur þessa innleysingu hjá Hákoni Daðinn á línu. Adam Haukur lúrir mjög utalega. Daniel reynir að fara í gegn eða hvað, kemur hann Guðmund Árna, ekkert pláss fyrir hann, frábær varnarleikur hjá F-fáingum og stemmingin svo sannarlega hjá F-fáingum. Nú Haukar að stilla aftur upp, Hákon Daði kemur sér út í hornið. Adam Haukur. Enn og aftur, góður varnarleikur hjá F-fáingum, ná að trufla þetta. Gult spjald á Jóhann Karl. Lögulega stöðanir, þetta snýst svolítið mikið það. Drepa niður tempóið í sókninni hjá anstæðingnum, hérna komnar á loft og Ágúst Eli með þriðja varðarskotið sitt. Hann gríðarlega styrður sóknarleikurinn í Haukum gegn þessari sterku F-vörn. Ásbjörn heppinn þarna og laumar hann nú í markið en búið að flauta. Stemmingin bara miklu meira með F-fáingum og það sést vel á áhorfendabekkjunum. Það allt pakkað hérna F-fámegin. Það nóg að lausum sætum í Haukum. Menn orðnir góðu vanir hjá Haukum greinilega. Kemur Þorgeir og leysir hún á línu hjá F-fáingum. Ásbjörn gerir sig kláran, kemur á Jóhann Birgi á Einar Rapp. Og ná Haukarnir að loka vel hérna í miðjublokkinni og brotið á Ásbjörni. Þorgeir sér aftur í hornið. Ásbjörn með skot og enn skorar Ásbjörn Friðriksson. Sá byrjar hennar leik vel. Og þá tekur Gunnar Magnússon leikhlé, enda munar 5 mörkum á liðunum. F-fáingar komnir í 7-2. Ásbjörn Friðriksson leikur á allsoddi, kom með 3 mörk og að minnstakosti eina stoðsendingu. Ágúst Eli Björgvinsson búinn að verja 3 skot í markinu og F-vörnin hreint út sagt frábær. Þetta var svona hálfþögult leikhlé hjá okkur. Við megum svo ekki gefa upp öll hernaðarvandamál. Hernaðarmál segi ég. Hernaðarlindamál Hauka. En Haukar ekki að byrja þennan leik vel. Aðeins með 2 mörk á þessum fyrstu tæpu 11 mínútum. Hákon Daði og Ívan Ivkovic með þessi mörk. 7-2 fyrir FH og Gunnar Magnússon og félagar ansi þungbúnir hérna. 7-2 fyrir FH. Sjáum hvað Haukar gera núna. Hvort að Gunnar, þjálfari Hauka, hafi komið einhverju lausnum til skila. Daniel Ivkovic í skoti og þarna kemur loksins mark frá Haukum. Annað markið hjá Króatanum Ívan Ivkovic. Minnkar munin í 4 mörk. FH-ingar með hraða miðju. Haukarnir fljóta tilbaka. Jóhann Birgir fer í gegn og Gítrius komin í markið og hann ver loksins på markvarsla hjá Haukum. Gretar Ari hafði enga veginn fundið sig. Gítrius Morkunas byrjar á því að verja. Hann á síðustu metrónum hjá Haukum. Þar að segja hann að fara
hann sé að fara til Finnlands eftir þessa leiktíð. Björgvin Páll Gústafsson, engin annar en hann kemur í markið hjá Haukum á næstu leiktíð en Ivan Ivković takmarkaður, hann má vera, en hann allavega með mörkin hjá Haukum. Búinn að skora 3 af þessum 4 mörkum Hauka. Sjöfjögur, 2 mörk í röð núna hjá Haukum og þeir eru kannski loksins að komast í takt við leikinn. Ásbjörn með skotið og enn skorar Ásbjörn Friðriksson. Sá er á eldi í þessu leik, 4 mörk frá Ásbjörni. Forusta FH-inga aftur orðin 4 mörk. Marka munur fyrir FH-inga. Sjáum hvort að Haukar séu að komast betur í gang núna eftir þessi 2 mörk í röð frá Ivković og Ágúst Elíver frá Daniel með langa setningu fram á Óðinn. Óðinn gerir þetta gríðarlega vel. Greip þetta í loftinu. Frábær sending frá Ágúst Elí eftir þessa markvörslu og virkilega vel gert hjá Óðni Þór Ríkardssyni sem skorar fyrsta markið sitt og meðan frumar Daniel boltanum í slá og síðan lengst upp í rjáur. Áfram er stemmingin svo sannarlega með FH-ingum í liði. Komnir 5 mörkum yfir á ný og geta aukið forskotið núna í 6 mörk. Ágúst Elí búinn að verja 4 skot í marki FH. Frábært mark hjá Óðni þarna eldfljótur fram. Þá línusendinga Ágúst og brotið á honum auka kast. Reyna að leita þess mikið að geta hann á línu FH-ingar með bara ágætis árangri. Ásbjörn út í hornið á Þorgeir og lítið pláss fyrir hann, kemur á Jóhann. Ásbjörn með línusendingur og enn eru þeir steinsofandi. Hvað var Heimir Óla að gera þetta í vörninni? Algjörlega steinsofandi og Ágúst Birgisson skorar 3. markið sitt og kemur FH-ingum 6 mörkum yfir. Ivković brotið á honum, auka kast. Heimir Óli vissi ekki hvort hann var að koma eða fara hann í vörninni hjá Haukum þegar Ágúst skoraði. 3 mörk komin á línu frá Ágúst Birgissyni. Daniel brotið á honum, auka kast. Og Daniel farið í andlitið á honum þarna aðeins en sleppur líklega til eða hvað. Þeir eru aðeins að ræða saman dómararnir. Auka kast sem Haukar fá, ekkert meira. Hendurna komnir á loft. Nú eru að Haukar að hafa hraðar hendur og Daniel Ingason sér það. Hann var frábær þegar Haukar unnu einsmark sigur 15. desember í Kaplakrika á FH. En það er kannski komast í gang núna. Fyrsta markið hjá Daniel Þór Ingason í leiknum. Líka muninn í 10-5. Fimmmarka munur. Fyrir hálfleikur rétt það bil hálfnaður. Ekki verið mikil spenna í leiknum ennþá, en það er nóg eftir. Það verið spenna í þessum leikjum liðana það sem af er vetri. Einar Rapp. Rapp kominn inn á miðjuna og það er opið fyrir hann þar og þeir brjóta á hann og tveggja mínútna brottvísun á Jón Þorbjörn Jóhannsson. Það er Jón Þorbjörn Jóhannsson, hún með vikið að velli í 2 mínútur. Sjáum hérna í ákaflega hægri og fallegri endursýningu. Ítir hann aðeins í hann. Leikurinn kominn í gangan í Einar Rapp.
yfir Ásbjörn og hann lengst út í hornið. Hákon Daði gerir nú vel í að stökkva hann upp og náði þar með að trufla Óðinn. Haukar skipta markmanninum út af. Ætla að spila 6 og 6. Ná kostna markvarar. Nú verða Haukar að fara að rífa sig í gang betur í sókninni. Með smá kipir hann á hann þegar Ivkovic skoraði 2 í röð. Hann markaðistur Hauka með 3 af þessum 5 mörkum. Og Daniel yfir á Ivkovic sem fer í gegn og mörkin að koma frá Króatanum. 4 mörk af þessum 6 mörkum Hauka hafa komið frá Ivan Ivkovic. Heldur Haukum allavega inn í leiknum í bili. 10-6. Jóhann Birgir hundur honum hann út í hornið. Ásbjörn. Ágúst Birgisson í mikilli baráttu hann á línu. Einar Rapp setur hann í Heimi Óla. Heimir Óli var vel fyrir þarna. Haukar þurfa á þessu að halda. Fara sér að engu óðslega verða núna að minnka muninn í 3 mörk til að koma sér betur inn í leikinn. Það verður skrif á eftir gestunum. FH vann nú hérna á Ásvöllum í haust þegar liðin mættist hér. Haukar unnu svo þegar liðin mættist í Kaplakrika og Daniel Ingason minnka muninn í 3 mörk. Þetta markið hjá Daniel Ingasoni. Og þá tekur það held ég 3-0 kafli á Haukum. Þeir eru búin að minnka muninn í 10-7. Þeir eru komast inn í leikinn eftir að hafa verið svona hálfvankaðir í byrjun. Sautján og hálf mínúta liðin að þessu leik í þessum Hafnarfjarðarslag þar sem allt undir. Það í raun deildarmeistaratitill í húfi, sérstaklega eftir úrslitin í Vestmannaeyjum þar sem að IBVF gerði jafntefli við Botnlið Akureyrar. Það ljóst að liðið sem vinnur þennan leik verður á toppnum fyrir lokaða umferðina með Pálmann í höndunum. En Ágúst Birgisson, honum halda engin bönd hann inn á línunni. 4. markið hans og hann kemur FH aftur 4 mörkum yfir. 11-7. Einar Rapp með stóðsendingarna núna. Það sama hvað hann gott kemur fyrir þessa línumenn. Þeir eru allir að leggjast á eitt að koma boltanum inn á línu þegar það opnast þar. Haukar hafa aðeins verið að hitna í sókninu núna. Daniel Ingason og Ivkovic fremstir þar í flokki. Hákon Daði leysir hún á línu. Þá Ívan, Einar Rapp kemur vel hann út. Daniel sækir á verðina fer í skoti og þetta yfir markið. Og Gítrus flýtir sér hann út í boltan. Óðinn lendir í samstöðu við Heimi Óla. Og hvað ætla dómararnir að dæma núna? Hvor var á undan í boltan og hvað ætlaði þá að gera? Heimir Óli Heimisson liggur hann eftir. Ágúst Eli fljótur átta sig. Þrumaði boltanum fram, ætlaði á nóðinni. En Gítrus kom hann langt út í markinu. Og náði nú bara ekki að halda boltanum, sjáum það hérna. Gítrus heldur ekki boltanum, Óðinn búinn að snerta boltan. Ef hann búinn að því, þá spurning hvort að Heimir sé að brjóta á honum þarna. Nei, Heimir nú líklega í boltan á undan og Óðinn einhvern veginn stangar hann þarna. En það segja dómararnir aukakast sem Haukar fá. Það ekkert meira á þetta. Engar brottvísanir eða neitt svoleiðis. Þetta var bara samstuð, baráttu bolta. Haukar eiga aukakast og Heimir Óli tekinn þarna
til nánari skoðunar hjá Ella sjúkraþjálfara. Elís Þór Rafnsson, sem hún einn af sjúkraþjálfurum landsliðsins líka. Það var mikilvægt fyrir Hauka að vinna bossan, geta minnka munin aftur í 3 mörk. Hákon leysir áfram inn á línu. Daniel kemur boltanum á Hákon á línunni sem skora núna. Svona markleysinn á línu. Loksins gengur það upp hjá Haukum. Og annað markið hjá Hákoni Daða Styrmisson í leiknum. Sem minnka munin niður í 3 mörk. 11-8. Þessi leikur á að opnast meira og meira. Heimir Óli ennþá kældur hjá Haukum. Ja, kældur, hann bara ennþá í aðhlynningu. Þannig að Jón Þorbjörn og Adam Haukur spilaði meiri vörðni á Haukum. Kemur Ásins Birgisson út af línu hjá Fangum. Jóhann Birgir. Út af línusendingunni. Þeir eru aðeins að loka meira og meira á okkur núna. En frábært mark frá Ásmundi Friðriksssyni. 5. markið hans. Hann heldur áfram að draga vagnin. 5 af þessu 12 mörkum FH komið frá Ásmundi Friðriksssyni. Og skotnýtingin 100%. Gegn í gangi á Haukum. Daniel gerir þetta vel og Ísak Rafnsson kastar sér og eftir honum hann niður í gólfið. Ísak er sífellt að komast betur inn í þetta FH-liðið eftir langvinni meiðsli. Samt ekki orðið góður, ekki nægilega. Halldór Jóhannsson að reyna að spila honum betur og betur inn í FH-liðið. Adam Haukur. Adam fer í skot og þetta tekur FH-vörðin búið að dæma brot. Og hvað Anton Gylfi Pálsson ætlar að ræða þarna aðeins við. Hann bara að ræða þarna við mann og annan. Bara hans að fara yfir málinn, hann var nú líka. Svo Haukar annan tækifæri til að minnka munin niður í 3 mörk. Hákon Daði kemur sér aftur niður í hornið. Daniel reynir að rífa sér lausan og fær aukakast hundfúll. Það fá ekki markið en þeir segja að það hafi verið komið skref á hann. Þeir Anton og Jónas. Enn leysir Hákon Daðinn á línu. Hendurnar komnar á loft. Daniel fær ekki að fara í skotið þarna. Ágúst Birgisson öflugur í vörninni. Þannig er höndin uppi. Daniel fer í skotið núna og aftur tekur FH-vörnin þetta. Ágúst Eli tilbúinn að handa honum fram. En kemur honum bara á næsta mann við hliðina á sér. FH-ingar fara rólega af stað, enda svo sem engin ástæða til annars. 4 mörkum yfir. Getur komið sér í ansi fína stöðu. Það er næsta marki. Arnar Ássalsson kominn í vinstra hornið hjá FH. Þessi sending gengur ekki hjá FH-ingum. Var ætluð Ágústi Birgissyni. Adam Haukur. Ivan Ivković og hann sér að skora mörkin fyrir Hauka. 5 mörk hjá Ivan Ivković. Rúmlega helmingur marka Hauka komið frá Króatanum. Hann hefur kannski heyrt gagnrýnina frá Bjarka og Reyni fyrir leik. Hann allavega getur grýtt boltan með markið ef hann fær aðstöðu til þess. 5 mörk frá Króatanum. Ivan Ivković, 3 markamunur. Einar Rapp, Daniel brýtur, aukakast. Ágúst. Jóhann Birgir og Guðmundur Árni kemst inn í þetta en nær ekki að grípa boltan, þannig að blakar honum í innkast. Og FH-ingar annar tækifæri hendurnar komnar á loft og Einar Rafn Eiðsson þrumar yfir og fær nú eitthvað högg. Liggur þarna eftir. Þessi er alvarlegt fyrst hann yfir á fætur aftur. Smá pústrar, það verður nú að vera pústrar í leik FH og Hauka. Hauka og FH. Leikurinn fyrir fram hér í Schenker-höllinni í kvöld. Næst síðasta umferðardeildinni, mikið í húi.
F-fangar henda hann ennþá á loftið á dómaranum. Jóhann Birgir, hver ætlar að taka skotið? Einar Rapp gerir það en Gítrius Már Kúnasver. Adam Haukur kastar sér á eftir boltanum. Þeir verða að fá fleiri varin skot í markinu. Annað skotið varið hjá Haukum í leiknum. Gítrius með bæði. Gretar Ari náðu sér ekki að strikja í byrjanleiks. F-fangar grimmir hann í vörninni. Einar Rapp vel hreyfanlegur. Atlas þarna í Adam Hauki Bambrúk. Adam Haukur Tjörva. Sjáum hvað það komið meira flæði á sóknarleikinn. Það er Tjörva hérna úti, kemur boltanum á Ivan Ivkovic sem fær skotstöðuna og þrumar í slann á inn. Þarna munaði strax að fá Tjörva Þorgeirsson inn á. Bjóð þetta til þessa fínu flugbraut fyrir Króatan sem skorar 7. markið sitt. Sá dregur vagninn í markaskorun, Ivan Ivkovic. Hann vil fá sitt fólk með á pöllunum og fær það heldur betur. Nú voru Haukar að komast í gang. Búin að mýka munni 2 mörk. 6 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Ísak Rapsson núna í sókn í HFA. Ásbjörn. Ísak í skotið og frábært mark á Ísak Rapssoni. Hann var ekkert að tvínóna við þetta. Fyrsta markið hjá Ísak Rapssoni. Kemur F-fangum aftur 3 mörkum yfir. 5,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Leikurinn aðeins að jafnast meira. Það er náttúrulega langt best fyrir hlutlausa áhorfendur að fá smá hita í þennan Hafnarfjarðarslag. Línusendinga Tjörva Jón Þorbjörn sem klárar þetta. Það munar heldur betur það fyrir Hauka þegar Tjörvi inn á. Það búa til 2 mörk núna í jafnmörkusóknum. Jón Þorbjörn Jóhannsson með fyrsta markið sitt í leiknum. 13-11. Ísak. Ísak Rapsson kemur honum að Einar Rapp brotið á honum. En hvað kemur boltanum hann inn á línuna á Arnar Frey Ársælsson en Gítrius Már Kúnas. Það varði hins vegar búið að dæma brot. Arnar Freyr vantarlega náði þetta aukakast. Arnar Freyr Ársælsson kom frá Fram fyrir þessa leiktíð til F-fanga. Ísak, Einar Rapp, Ásbjörn í skotið og þetta er allt inni hjá Ásbjörni. Mörk jöfnur regnbogans litum frá Ásbjörni Friðriksssyni, 7. markið hans. Mörkin hvert öðru glæsilegra. Þriggja marka munur enn á ný fyrir FH. Leysir Hákon staðinn á línu. Kemur sér aftur í hornirinn. Tjörvi nær hann að búa til fleiri mörk fyrir Hauka. Kemur hann á Ívan. Ivkovic fær ekki mikið plás. Ísak brýtur á honum. Aukakast og hvað? Eitthvað að fara í málun handa betur. Aðeins að gefa Ísak Rapsson smá tiltal. Dettur hann aðeins á Heimi. Jón Þorbjörn var þetta vantilega. Ivkovic, skiptir ekki máli. Ivkovic átti síðan þetta skot sem vörnin tekur. Aukakast sem Haukar fá. Mikilvægt fyrir Hauka að mýka muninn aftur í 2 mörk. Daniel á Ivan Ivkovic og hann heldur bara áfram að skjóta. Funheitur Króatinn. Ivan Ivkovic með 7 mörk af 12 mörkum. Hauka hér í fyrri hálfleik. Það skiptir öllu máli fyrir skipturnar að hafa sjálfstraust og hann er svo sannarlega með það hér í fyrri hálfleik. Ivan Ivkovic kom með 7 mörk fyrir Hauka. Það vantar svo sem ekki heldur upp á sjálfstraust hjá Ásbjörni Friðriksssyni hjá FH. Búinn að vera hreint frábær í sókninni hjá FH-ingum. Þá Ísak. Einar Rapp. Þar hann að komast þarna á milli. Tekst ekki.
Þessi Arnar Freyr inn á línu. Einar Rafn á Ísak. Ísak með línusendinguna, þau komast inn í þetta. Adam Haukur gerði vel. Ísak hins vegar fljótur á boltann, hendurnar komnar á loft. Ásbjörn í skotið og Gítrus Morgunasver. Fyrsta skotið sem fer forgarðum hjá Ásbjörn í leiknum. Þriðja skotið sem Gítrus verið í markinu og Jón Þorbjörn í gegn hinum einn og minnka munin í 1 mark. Nú eru Haukar loksins komnir inn í leikinn. Jón Þorbjörn Jóhannsson að minnka munin í 1 mark. Þeir voru lengi í gang Haukar. En fanga mest verið 6 mörkum yfir hér í fyrri hálfleik. Það telur ekki neitt. Akkurat núna á Ísak Rafnsson. Einar Rafn, fín vörn hjá Haukum núna en fín sending hann inn á línu á Jóhann Karl Reynisson. Allt opið fyrir hann. Fyrsta markið hjá Jóhanni Karli. 15-13. Rúm mínúta eftir að fyrri hálfleik. Nóa mörkum hér í fyrri hálfleiknum. Ívkovic kemur boltanum á Jón Þorbjörn á línunni og hvað tveggja mínúta brottvísun á hvern? Arnar Freyr Ásvaldsson sem fær brottvísuna. En Ivan Ívkovic, sama hvað menn segja, hefur allavega átt mjög góða fyrri hálfleik hér. Átti þessum stóðsetningu, búinn að skora 7 mörk fyrir Hauka. Það er kannski það sem Haukar líka þurfa að halda. F-fáingar ekki með neitt í marki. Andri Heimir fremstur í 5+1 vörn núna hjá Haukum. Haukar aldrei verið yfir í þessu leik. F-fáingar alveg séu það, verið með 6 mörkum yfir. Hendurnar komnar á loft. Nú skipta markmannum inn á Ásbjörn. Fær brotið. Og aftur. Já hvað? Nei, halda Ágúst Eli í markinu. 26 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. 1 marks munur. Og Ísak Rafnsson í skotu, þetta tekur vörni á Haukum og nú geta Haukar skyndilega jafna mittinn. Löng sending á Hákon Daða sem kemur honum áfram á Guðmund Árna sem bombar boltanum þarna í slána. Þarna hefðu Haukar geta jafna mittinn en þessi staður F-fáingar strax komnir í sókn. Og hafa ekki nema 6 sekúndur til stefnu. Ásbjörn Friðriksson hlýtur bara að vera að skjóta, kemur boltanum að lína, fær hann aftur og fer í gegn og skorar í tæka tíð. Ásbjörn Friðriksson að kóróna frábæra fyrri hálfleik hjá sér. 7. markið hjá Ásbjörni Friðrikssoni í fyrri hálfleik. Hann sér til þess að F-fáingar fara 2 mörkum yfir inn í hennan hálfleik. 16-14 voru mest 6 mörkum yfir í stöðunni 10-4. Haukar náðu að minnka munin niður í 1 mark. Áður en að Ásbjörn skoraði þetta síðasta mark fyrri hálfleiks. Hann er markahæstur hjá FH með 7 mörk, Ivan Ivkovic með 7 fyrir Hauka. En hálfleikstölur eru Haukar 14, FH 16. Já, þeir eru hérna ennþá hjá mér, Bjarki og Reynir. Við munum gera upp þennan fyrri hálfleik eftir örstuttar auglýsingar. Staðan Haukar 14, FH 16. Við komum aftur eftir örstuttar auglýsingar. Adam Haug. Ólísdeildin. Gríptu gleðina. Íþróttavörur og fatnaður á lágu verði, Sports Direct, Lindum, Kópavogi. En snjallara heyrnatæki, komdu og prófaðu, það er engu líkt, heyrnastöðin Kringlunni. Vitt hitt, bragðgóður og frískandi, vítamíndrykkir, aðeins 35 kaloríur í heilli flösku. Hafðu það notalegt í vetur, Tór miðstöðarofnar sjá til þess, ofnasmiða Reykjavíkur, Vagnhöfða 11. Firma Consulting óháð ráðgjafafyrirtæki sem aðstoðar við kaup og sölu og sameiningu fyrirtækja firmaconsulting.is.
Dick Seebeck jeppadekk koma þeir örugglega hvert á land sem Arctic Trucks Kletthálsi 3. Veldu það sem þér líst best á, sjón söguríkari, parket og golf gerir hús að heimili. Tudor rafgeimar fyrir allar gerðir faratækja, öruggt start í allan vetur, Skorri, sérfræðingar í rafgeimum. Situr þú uppi með húsfélagi, 15 ára reynsla og þekking, eigna umsjón, heildarlausnir í rekstri húsfélaga. Kersdagar, hörku afsláttur, vöndu viðargólver frá 3.990 fermetrin, borleggjandi gæði, Birgisson Ármúla. Jesus Christ Superstar í Eldborg, Skírdag og í Hofi föstudaginn langa. Eyþór Ingi, Þór Breiðfjörð, Ragga Gröndal og fleiri frábæri listamenn fara á kostum í magnaðri uppfærslu. Miðasala á tix.is. Í fyrsta skipti á Íslandi. Hringdu ótakmarkað, sendu skilaboð og farðu á netið eins og þú sért heima hjá þér fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Hringdu meira. Strumparnir leggja af stað í nýtt ævintýri, svo búðu þið undir glænýtt útlit, glænýtt háttalag og glænýtt strump. Við fundum páséðar nýjar lífverur. Strumparnir og gleymda þorpið. Frumsýnd 31. mars í Smárabíói, Laugarásbíói og Háskólabíói. Þessi tónn táknar meira. Meira líf, meiri lipur, meiri tækni til að njóta. Meira öryggi, meira rými fyrir sköpun. Svona Honda-leikni. Já, og meira til. Honda Jazz. Vertu meira til. Honda Vatnagörðum. Do you have any friends or something? Yes, I have. Má ég faðma þig? Já. Can I maybe give you a... That's nice. Ég vona að þið líði vel hérna. Og ég vona að þú fáir fjölskylduna þína hingað líka. Takk fyrir. Talar alla? Ja, jag talar svenska lika. Samleis. Komið sæl aftur, staðan í hálfleik FH og Hauka hér á Ásvöllum Haukar 14, FH 16. Strákar, byrjum á þér Bjarki, þessi fyrri hálfleikur, hvernig horfði hann við þér? Mér finnst þetta bara frábær skemmtun. Flottur handbolti sem er að spila og bæði lið að gefa allt í þetta. Reynir, Haukarnir kannski svolítið lengi í gang, en þegar þeir komið í gang þá bara fínir. Já, það sem ég fannst breytast hjá þeim, þeir tóku nú leikli. Ég man ekki alveg hvernig það var og minnum nú að sett Daniel Inga inn á miðjuna, mér fannst breytast mikið eftir hans innkomu. Svolítið hissa á F-fangunum að breyta ekki áherslunni á sig varnarlega. Þeir að senda bakvörðinn langt út á Ívan og við það myndast mikið pláss þarna í kringum hafsendana og það allt það sem kemur út úr því sem verið að þeir opna fyrir Ívan út úr því plássi. Hægri vængurinn hjá Haukunum í sóknarlega, þar hefur allt partíið farið fram eiginlega. Já, ég meina þetta hlýtur að byrja einhvers staðar. Það byrjar vinstra megin. Þeir hafa verið að nota Haukarnir mikið taktíkinn að láta Hákon leysa inn og fara á milli 2 og 3 vinstra megin í vörn F-Haukana. Síðan hefur Tjörfi eða Daniel verið að koma síðan að blúsandi siglingu og taka hreyfingu yfir til Ívans sem hefur fengið í rauninni bara frjálst flæði og frýtt að skjóta og enda líka maðurinn með 7 mörk. Maður verður að fara að geta þetta ofan í sig sem maður sagði áðan. Reynir, það akkurat það. Þurfum við að bakka eitthvað með þetta sem við sögðum áðan, sem við töluðum áðan. Ég meina, við töluðum að hann væri takmarkaður leikmaður og það hefur alveg sést að hann ekki að vinna neitt á hraðanum inn á vellinum, en hann að fá algjörlega bara sinn leik upp í hendurnar. Já, ég held að það sem við höfum sagt að við sögðum að hann væri að mörguleiti mjög takmarkaður. Það sem að gerast eins og ég var að segja áðan, allt plássi sem myndast í kringum hafsendana hjá F-fangunum. Haukarnir nýta það pláss mjög vel.
þeir eru að ná að vinna mennina og eru að ná að opna fyrir hérna Ívan, þeir eru að ná að klippa hann inn og svo framvegis. Þannig að ég hefði viljað sjá Dóra breyta áherslunni í varnarleiknum, annarkvort að detta niður með hérna bakvörðinn og láta hafsendin mæta eða fara bara hreinlega út í 30. Er það lausnin? Er það 3-2-1? Nei. Ég er nú ekkert alveg sammála Reyni, hann var markmaður. Kottum við þína laus, Nei, ég meina, sko, ég vil meina að þessi vörn er svo sem ekkert galinn hjá F-fáingunum þó ég sendi bakvörð út. En ég meina þá myndast alltaf þessi hóla undir? Ég meina, já, þeir þurfa bara að leysa það. Þá verður hafsendin að dekka þann mann sem er að detta undir bakvörðin sem er að fara út. Eða þá að fá bakvörðin niður og hafsendin fyrir út. En ég meina varnarleikurinn, þeir eru að fá þessi 12 mörk á 30 mínútur. Það er ekkert galið að fá svoleiðis á sig í nútíma handbolta. Þannig að ég meina að horfum líka bara á annað, hvaðan eru mörkin að koma. Það er Ívan sem er 7 eða eitthvað svoleiðis. Það er ekkert, það er 1 úr horninu hjá Haukum. Ásbjörn Friðriksson, hann er búinn að spila 5. leiki á þessu tímabili, kom með 34 mörk í þeim. Hann er komið með 7 mörk hérna bara í fyrri hálfleik. Þetta er svona kannski ekki það sem við byggumst við í ljósi þess að maðurinn er svona halvur, segir þú með Bjarki? Já, hann er búinn að glíma við meiðsli að ég held ég fari rétt með í kálfum. En ég meina, Ási er bara klókur leikmaður. Þetta er leikmaður sem þú mátt ekki vanmeta. Hann er búinn að vera langbesti maður F-fáinga hérna í fyrri hálfleik. Hann er að búa til fullt af færum á línunni og skotin hans, hann er náttúrulega líka búinn að vera mjög heppinn. Skotin hans er að fara inn en ekki frá hjá. F-fáingar voru yfir með 2 mörkum í leikliðana, fyrir leikliðana í Kaplakrika. Þá voru þeir yfir með 2 mörkum í hálfleik, töpuðu síðan með 1 marki. Núna hlýtur þetta að vera svolítið svona sálrænt hérna í seinni hálfleik. Já, mér finnst ég mitt svona sjálfströsti vera svona hægt og rólega að fara úr F-fáingunum og fara yfir til Haukana. Og það kæmur ekkert óvart að Haukarnir myndu sigla þessu í höfn í seinni hálfleik, en maður veit það ekki. En svo ég var að segja á hann, ég myndi vilja sjá Dóra breyta hans áherslunni varnarlega, en að öðru leyti þá er þetta allt opið. Óðinn Þór Ríkarsson, þeir eiga hann kannski svolítið inni, hann skoraði eins og þetta stórfenglega mark hérna í seinni hálfleiknum og Reynir, það eru þið markmenninni, þið fáið kannski ekki alveg nóg kredit en þessi sending er náttúrulega stórkostlega líka hjá Ágústi. Já, þú þarft að hafa góða tilfinningur í hendinu úrliðum til þess að ná þessari sendingu sem líka Hákon Daði komin alveg onni í andlitið á honum og hann nær að hitta akkurat á staðinn. Ég svona sem þjálfari hefði nú ekkert verið alltaf hrifinn af því þegar ég sá hann vera hérna að kasta boltanum en þetta heppnaðist og hérna bara glæsilegt hjá hann. Bjarki, hvað viltu sjá í seinni hálfleik? Bara framhalda á góðum handbolta og hérna varnirnar hafi kannski ekki verið sérstakar. F-fáingarnir voru betri í fyrra hálfleik, fengu markvislu upp og sildu þar að leiðandi forskotinu á stað. Síðan kemur Markúnas í markið og bjargar F-fáingunum aftur inn í leikinn. Við höfum eftir að sjá þetta gerast, þetta áttur að vísta svona fram og tilbaka í seinna hálfleik og vonandi bara fáum við alvöru leik út allan seinna hálfleikinn. Vonandi fáum við alvöru leik. Við ætlum að senda boltan yfir á okkar allra besta mann Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem að lýsa seinni hálfleiknum. Ég þakka hólið 14-16 í hálfleik. F.H. í vil hér í Schenker-höllinni að Ásvöllum 16-14 fyrir F.H. sem byrja manni færri hér í seinni hálfleik. Sjáum hér tölfræðina úr þessum fyrri hálfleik. Sjáum að skotnýtingin er aðeins betri. Hjá F.H. bæði lið fengi jafnmörg skot á markið, 27 skot hvort lið. Markvarslan ég tel nú reyndar aðeins fleiri skot á Ágústi, ég tel 4 skot varinn hjá honum og tel nú ekki nema 3 skot varinn hjá Haukum. En þetta er svona nokkuð nærlegi, skotnýtingin hins vegar allavega rétt hjá okkur. En það er spurning hvort að Gunnar Magnússon hafi komið sínu skilaboðum vel áfram til sinna manna í hálfleik. F.H. byrja með boltan, manni færri. 2 mörkum yfir. Það er mikilvægt fyrir þá að byrja bara strax með marki. Andri Heimir ennþá myndjáninn í 5+1 vörn hjá Haukum. Einar Rafn í skot og það er framhjá. Ekki byrjar þetta nú gæfulega samt fyrir að fá hér. Andri Heimir. Daniel. Og þær flugbrautana Adam Haukur Bamrúk og skorar hann fram hjá Birgi sem var komin í markið. Fyrsta markið hjá Adam Hauki Bamrúk og hann minkar muninn í 1 mark fyrir Hauka. Fáum við hörkuleik hér í seinni hálfleik, það væri svo sannarlega óskandi.
Eitt mark frá Adam Hauki Bamrót. Það verða mjög utan í hann. Tjekkarnir. Þetta hann. Já, hann rættur sína heldur betur að rekja þangað en Ágúst Birgisson með enn markið sitt á línni. 5. markið hjá honum í leiknum. Kemur FH aftur 2 mörkum yfir. Adam Haukur. Það skiptir sér út af, hérna kemur Ivan Ivković, 7 marka maður Hauka. Stór og mikill Ivan Ivković, 2-7 hæð. Hefur átt mjög góðan leik hér í fyrri hálfleik í sóknir. Fær Ivković boltann og plásið og þetta er allt inni hjá mannum. 8. markið hjá Ivan Ivković. Helming marka Hauka. 8 mörk úr 8 skotum. Það vilja menn meira. Ásbjörn. Hann hefur nú leikið álsótti hjá FH. Kemur honum á Jóhann Birgi. Einar Rafn með fínt gegnumbrot og sækir vítakast. Einar Rafn Eðsson stakk sér bara hann í gegnum Haukavörðina. Hafði víti upp úr krafsinu. Einar Rafn allar sjálfur á vítapunktinn. Gídrius Morkúnas til varnar í markinu. Fyrsta vítið held ég hreinlega í leiknum og Einar Rafn skorar af öryggi. Annar mark Einars Rafns Eðssonar. Sækja markamunur, enn á ný. Tjörfi. Jóhann á Daniel, Ivković. Það nú ekki plássið núna, Jóhann Birgir er fann að fara aðeins betur út í hann. Daniel, það verður bara einhver annar að taka skarið. Enn komaði boltanum á Ivan eða hvað, Hauka kast. Það var bara ekki náða neinu spil út í hornin hjá sér, Haukarnir. Já, Ivković. Jóhann Birgir stoppar hann. Tjörfi reynir að koma ykkur í gangi að Haukur. Fer sjálfur í skoti, frábært mark frá Tjörvar Þorgeirssyni. Fyrsta marki hans í leiknum. Og munurinn aftur komið niður í 1 mark. Ásbjörn. Einar Rafn í skotið og þessi er inni. Útsjónarsamur þarna, Einar Rafn Eðsson. Skaut á hárréttu stað. Og 3. markið hans í leiknum staðreind. Halda þessu áfram að vera að ná sér í 2 marka forskotið FH-ingar. og 5 mínútur eftir að leiknum og það er æsispenna og mikið í húið. Toppsætið í boði fyrir liðið sem vinnur. Frábær sending frá Tjörva sem að Jón Þorbjörn nær ekki en Hákon Daði gerir það. Birgir hins vegar stóð vaktina vel hann í markinu. Birgir Fannar Bragason með fyrsta varaskotið sitt. Birgir og þetta vel Gídrius í markinu. 4. varðaskotið hjá Gídrius Morkúnas. Haukarnir fljótið fram, geta minnka munna aftur 1. Tjörfi gerir það. Annað markið frá Tjörva Þorgeirssyni. Það munar svo sannarlega það fyrir Hauka að hafa Tjörva inn á. Sóknarleikurinn hjá Haukum er bara á allt öðru plani þegar Tjörfi Þorgeirsson er inn á. Hann býr til mörk.
meiddist í undanúrslitunum á móti IBVF á Íslandsmótinu í fyrra og kom eiginlega bara ekkert inn í þetta fyrr en í undanúrslitunum í bikarkeppni núna í ár. Eftir að Janus Davíð fór þá þurfa Haukar svo sannarlega á Tjörva heilum að halda í sóknu á sér. Þá kemur Tjörvi og hann í gegn en Birgir Fannar Bragason með annað varðaskoti sitt. Hann geta FH komið sér 5 mörkum yfir. Það er svolítið verið saga seinni hálfleiks. Það verið 1-2 mörk FH í vil. Einar Rapp tekst ekki að fara fram hjá Adam Hauki. Ásbjörn. Hendna komur á loft, boltinn út í hornið á Þorgeir sem fer í gegn en þetta ver Gítrus Morkunas. Fljótur að koma boltanum í leik en FH-ingar fljótið tilbaka. Adam Haukur, Ágúst brýtur á honum, aukakast. Sjávarðarður Ágúst Birgisson ætlar sko ekki að fá Adam í gegn. Gerir allt sem í hans valdi stendur til að stoppa hann. Mínútur eftir að leiknum, aðeins eins marks munur. Haukar geta jafna meti núna. Tjörvi sendir hann beint í hendurnar á Jóhanni Birgi sem að kemur honum á Óðinn og Óðinn er frábær í þessari stöðu. Þessi mörk hans úr hraðaplögg í þessu leik. Hann fær ekkert að fara auðveldu leiðina í þau en hann gerir þetta samt svo vel. Óðinn Þór Ríkharðsson með 2 frábær hraðaplöggsmörk sem hann hefur svo sannarlega þurft að hafa fyrir. 2 mörk og það er munurinn á liðunum. Tjörvi kemur honum á Ívan, þeir eru að loka betur á Ívkovits núna. Guðmundur Árni reynir að taka manna á fer í gegn og þar ver Birgir. Hann með fína innkomi markið hjá FH-ingum. Birgir Fannar Bragason með 3. varðaskotið sitt. Ásbjörn. Ekki komið sama ógn úr Ásbjörni þar sem hafði seinni hálfleik. Kom frá honum í þeim fyrri. Jóhann Birgir. Ásbjörn. Ásbjörn Friðriksson í skotið. Þetta er framhjá. Gengur ekki eins mikið upp hjá hann núna. Gerði fyrir hálfleik. Haukarnir verða að skora núna. Minnka munur þá í 1 mark. Daniel út í hornið. Nóg pláss fyrir Guðmund Árna sem að skorar af öryggi. Guðmundur Árni Ólafsson með 1. markið sitt. Munun í 1 mark. Mínútur eftir og spennan mikil. Liðið sem vinnur fer á toppinn og með Pálmann í höndunum. Það deildarmeistaratitil varðar. FH á Selfoss heima í lokaumferðinni. Haukar sækja afturheldingu heim. Ásbjörn með línusendinguna en Heimir Óli og Daniel koma í veg fyrir að þetta rati inn á Ágúst Birgisson. Gísli Þorgeir Kristjánsson kominn hann og hann byrjar strax með fínustu línusendingun. Ágúst Birgisson sem skorar 7. markið sitt fyrir FH. Kemur FH einhvern 5 mörkum yfir.
Ansi hressileg innkoma hjá Gísla Þorgeiri Kristjánssoni. Jón Þorbjörn út af línu á Haugum. Leysir tjörfin á línu, Ivkovic á Daniel sem rifinn niður eða hvað, hann fer alltaf liði í gegn og skorar og minkar muninn aftur í 1 mark. Þriðja markið hjá Daniel Þór Ingasyni. Minkar muninn í 21-20. Gísli, fín vörn hana hjá Haugum, Heimir Óli er að passa betur upp á Ágúst núna. Nú leysir Arnar Freyrin á línu, Ásbjörn á Gísla. Einar Rafn í skotu, þetta fer í stöngina og Hákon Daði fær boltann en þeir þurfa að taka þetta inn í teig. Lína, segja dómararnir. Ivkovic. Adam Haugur kemur undir hornið, þröngt færi fyrir Hákon Daða sem að skora nú samt sem áður og jafnar metið fyrir Haukar í 21-21. Þriðja markið frá Eyjamannum, Hákoni Daða. Hann reyndi svo sannarlega happafengur fyrir Hauka á síðustu leiktíð þegar Haukar nældu sér í Íslandsmeistaratitilinn. Ja, nældu sér í hann, vörðu titilinn. Og Ásbjörn, hann er nú ekki alveg með skotið sín jafnvel stilt núna og í fyrir hálfleik. Og Tjörfi er að koma Haugum yfir í fyrsta sinn í leiknum. Kemur Haugum í 22-21. Þriðja markið hjá Tjörfa og Halldóri Jóhanni Sigfússyni gjörsamlega nógboðið. FH-ingar voru komnir 6 mörkum hérna yfir í fyrir hálfleik en eru núna markið undir. Jói, bakvörður, nú fyrir framan. Nei, Jói, skipti, þetta er bakvörður þarna. Verður þú Gíslan Vörðursson, komdu. Jói, bakvörður hérna megin. Og Jói fyrir aftan Vörðursson, hans pásu, ofan hóttunum. Strákar, hei, fáum vörðina til að virka. Ég veit, ef það er leysingar, pressum það út á móti. Lóksum það teknika. Annað, sóttalega, gefum okkur tíma. Hættum að lúra bóttanum frá okkur. Jói, skipti svo sóttir. Hei, gleðum maður! Hei, rosa maður! Haukar komnir yfir í fyrsta sinn í leiknum núna þegar rétt tæplega 17 mínútur eru eftir að leiknum. Staðan Haukar 22, FH 21. Nú er pressan komin yfir á FH-inga. Þeir þurfa að fara að vinna rest og þá eru þeir deildarmeistarar. Þeir eru bara ekki yfir núna. Jafnteflið í Vestmannum, IBVF Akureyri þýðir það að liðið sem vinnur þennan leik verður á toppnum fyrir lokaumferðina. Gísli Þorgeir. Einar Rafn með skot og hann skorar. Einar Rafn Eiðsson að jafna metin fyrir FH. Fjórða markið hjá Einari Rafni. Adam Haugur reyna að búa til pláss fyrir Tjörfa. Tjörfi reyna að finna góð til þess að Heimir Óli byrður um boltan á linni. Tjörfi, þeir eru mjög hreyfanlegir. Jóhann Birgir brýtur hann á Tjörfa.
Birgir Ingvarsson kom með 1 mark fyrir FH, oft verið atkvæða meiri í sókninni í vetur. Það var oft tekið að skarið. Þá Ivan Ivković og hann setur hann í slána. Hver með frákastið? Þetta endar hjá hverjum? Adam Haukur kom sér á boltan. Jóhann Birgir dæmdur brotlegur og Haukar fá víti og Jóhann Birgir allt annað sátum með þessa dómgæslu og þarf að láta sér heyra þarna hjá dómaranum. Vítakast sem Haukar fá. Sjáum það hérna, bombar í slána. Svo baráttur boltan, Adam Haukur, hann einhvern veginn kemur sér á undan í boltan. Guðmundur Árni á vítapunktinu og hann skorar. Kemur Haukum yfir í annað sinn í leiknum. Það var aðeins fyrsta víti Hauka í leiknum. Guðmundur Árni skorar á því. Rapp út í hornið á Óðinn sem fer í gegn en Gítrius fer í innkast. Gítrius Morkunas komið nokkuð vel inn hérna leiki á Haukum. 7. var að skotið hjá Gítriusi. Ásbjörn. Þegar kom bóltan út í hornið. Arnar Freyr ákveður að fara ekki inn úr þessu þröngafæri. Einar Rapp. Ásbjörn í skotið. Þetta fer að vörnin og yfir. Jón Þorbjörn varði þennan yfir. Gísli. Einar Rapp. Fín vörn hjá Haukum núna, er að loka staðunum vel. Hella komnar á loft og þetta fer í vörn Hauka. Dæmt brot þarna. Brundu á Ásbirni Friðriksssyni. Hendurnar á lofti hjá dómurunum. FH-ingar verða að hafa handtök. Einar Rapp, hver ætlar að taka skarið? Gera hann það sjálfur? Já, hann fer í skotið og skorar. Einar Rapp Neiðsson heggur á hnútinn þarna og skorar 5. markið sitt í leiknum. Jafnar metin í 23. Rúmlega 13 mínútur eftir að leiknum og spennan er æsileg. Leysir kjörunarlínu, Ivković á Adam Hauk. Adam Haukur hérna að fara nær vörninni. Ivković í skotið og skorar. Ivan Ivković með 9. markið sitt í leiknum. Og býðum við 2 mínútna brottvísun á Guðmund Árna Ólafsson fyrir að væntanlega komið í veg fyrir að FH geti tekið hraða miðjum. Við sjá þetta. En við getum hann tek allavega 2 mínútur fyrir að koma í veg fyrir hraðamiðju, svo því sé haldið til haga. Guðmundur Árni Ólafsson. Haukar þá manni færri. Ásbjörn fyrir FH. 3. brottvísun Hauka í þessu leik. Ásbjörn fer alla leið sjálfur í gegn og skorar og jafnar metin. 1. markið í seinni hálfleik. Já, Ásbirni Friðriksssyni. Enginn í marki á Haukum. Kemur Elías Már Halldórsson inn á í fyrsta sinn held ég hreinlega í þessu leik fyrir Hauka. Nýbúinn að semja við Hauka að þjálfa kvennalið félagsins á næstu leiktíð. Tekur við því að Óskar Ármannssoni. Ivković með línusendinguna Heim Óla, allt opið fyrir hann og Heimir Óli Heimisson skorar 1. markið sitt í leiknum. Og enn halda Haukar frumkvæðinu. Haukar manni færri í vörninni. Verða FH-ingar að finna klöfur þá í vörninni. Finna teygja á henni. Ásbjörn. 2 línumenn inn á Jóhann Karl og Ágúst. Tekst þeim að brjóta eitthvað þarna upp. Fótur og Heimi Óla. 25 sekundur í manninni á Haukum. Halldór Jóhann, þungbúinn hann á hliðarlínunni. Ásbjörn út í hornið, ekkert pláss fyrir Óðinn. Hákon lokaði vel. Ásbjörn, fín vörn hjá Haukum, manni færri en Ásbjörn kemur sér hann í gegn og krækir í vítakast. Virkilega vel gert hjá Ásbjörni. Plataði þarna Elías Má, náði sér svo í vítið.
og Einar Rafn Eiðsson fær það hlutverk að jafna metin fyrir FH. Grétar Ari Guðjónsson kominn í marki á Haukum, varð ekki skot í byrjun leiks. Og freistar þess að verja þetta víti frá Einari Rafni Eiðssoni, en Einar Rafn skorar af öryggi. 7. mark Einars Rafns. Staðan orðið jöfn, 25-25. Áfram er spennan mikil. Tjörfi fær aukakastið. Bill 10 mínútur eftir að leiknum og staðan hnífjöfn í þessum toppslag Ólífsdeildar karla í handbolta. Leikinn liðanna verið jafnir í vetur og þessi leikur er engin undantekning. Boltinn út í hornið og Hákon Daðarsson fyrir í gegn og skorar. Jóhann Birgir liggur hins vegar eftir hann. En markið gott og gilt hjá Hákoni Daða Styrmisinni, 4. markið hans. Haukar ná fórustun á ný. Sjáum þetta aftur hann. Hákon Daði var hins vegar ekkert að sýna hana við þetta. 4. markið hjá Hákoni Daða. Í skotið, þetta tekur Adam Haukur í vörninni og Gítrus líður aðeins með að koma boltanum í leik. Þetta var mikilvægt fyrir Adam Hauk og Hauka og Tjörfi með skotið. Ágúst Helíver, gríðarlega mikilvæg markvarsla fyrir FH og koma boltanum í leik og Arnar Freyr fyrir gegn og hann skorar ánær. Arnar Freyr Ársælsson með fyrsta markið sitt í leiknum. Jafnar metin í 26-26, þvílík spenna hér í Sjengurhöllinni á Ásvöllum. Daniel. Komið mjög framalega með vörnina FH-ingar. Ítkovits reynir að fara í skoti en Gísli Þorgeir grimmur hann í vörninni. Strákurinn gefur Ítkovits ekki tommu eftir hann. Nú fer allt að staði á Haukum. Daniel á Ítkovits. Ítkovits reynir að rífa sér lausan. Fer í skotið og ekki neitt segja dómararnir. Haukarnir ekki sáttir að fá ekki aukakast. En FH-ingar hraða sér bara í sóknina. Gísli Þorgeir reynir að losa hann Ásbjörn sem að stóplar boltanum út af. Þarna var fullmikið óðagott hjá FH-ingum. Og Gunnar Magnússon ákveður að taka leikhlé í þessari stöðu. Staðan jöfn, 26-26. Ívar, listen. 7-6. Tjörfi miðja. Danni vinstri megin. Danni kemur í árásina. Og þetta rólega, ekki dæsi ykkur. Línum við 1 og 2, 2 og 3. Ívar, disciplin now, no goalkeeper. Tjörfi og Hákoni klára að koma út af. Gunni bara sækir sóknun, sækir skotið. Línum að fjær ekki aðeins til. Klári, aftur haus. Fljóttir aftur, koma. Það er sama varnalega. Fljóttir. Þetta er varnalega áfram, 2 og 2 standi, settir sama, formina línu. Hann og hönd líka. Koma. Staðan í þessum leik. Hauka á FH, 26-26. Spennan í algleymingi. Og ekki smá mikið í húið.
Það gæti hreinlega bara verið heimaleikja réttur út úrslitakeppnina í húfi hér. Því að liðið sem vinnur, tillir sér á toppinn og er í algjöru lykilstöðu að vinna deildarmeistaratitilinn. 7,5 mínútur eftir. Ivkovic nær ekki boltanum. Arnar Freyr leysir hún á línu hjá F-fáingum, Ásbjörn dregur sig nánast niður í horn og Gísli Þorgeir og þetta hlýtur að minnstakosti að vera 2 mínútna brot sem nei, þetta er rautt spjald að fara á loft hér á Heimi Óla Heimisson fyrir húmskulegt brot á Gísla Þorgeiri Kristjánsinni og bláa spjaldið á loft að auki, það þýðir að það hefur verið skrifuð skýrsla sem þýðir að öllu líkindum að Heimir Óli Heimisson verður í banni í lokaumferðinni þegar Haukar sækja afturhendingu heim. Heimir Óli vantanlega ljúka bara leik í deildarkeppni í ár. Sjáum hérna Gísli Þorgeir allt of snöggur og þetta er bara rautt og bara lemur ekkert með 2 í andlitið á mönnum. Hárréttur dómur hjá Antoni Gylfa og Jónasi. Það er ekki hægt að dæma neitt annað á þetta. Ásbjörn út í hornið. Vá, Einar Rapp, Hákon Daði tekur hann föstum tökum. 6,5 mínúta. Einar Rapp í skotið og þetta ver Gítrus og Jón Þorbjörn með frákastið. Þarna slupu Haukar með skrekkinn. Eftir að hafa mist Heimi Óla út af með rautt. Þá stóðu þeir allavega á vörnina. Gítrus Már Gunnars reynst Haukum vel hér seinni partinn í leiknum í markinu. Eftir að hafa bara hreinlega engin markvarsla fyrstu 20 mínúturnar í Haukum. Haukar án markvarðar spila frekar með 6 í sókninni. Daniel. Tjörfi. Kemur honum á Ivan Ivkovic. F-fáingarnir öflugir í vörninu og hvað ekki inni, segir Anton. Farið skot hjá Ágúst Eli Björgvinssyni. Ágúst Eli Björgvinsson með gríðarlega mikilvæga markvarslu. Sjáum hérna skotið hjá Ivan Ivkovic. Já, Anton stendur hann alveg á línunni, segir að þessi sé ekki inni. Já, dæmi hver fyrir sig. Þetta er náttúrulega ekki alveg á línunni, en þetta er nú ágætis myndir. Og hættum skjóti! Trillin, hættum við hann, ef hann kemur. Annars spilum við ofta tilbaka og ég vil leita 2 af þeirra place. Hei, ef þið farið 7-6 áfram, þá skiptir Ísak hérna, þá erum við stóra mann yfir Tryggvarinn. Við erum að taka fyrsta skoti, af því hann hérna sem lengur út af. Skiljið? Vartu það? Í Tryggvarinn, við höldum þess aftan, 7-6, Ísak hérna klárir skoti, hinn er til. Ekki styrja út á. Hei, annar, upp í svo, við höfum okkur tíma, spilum, þurfum ekki að flýta okkur. Það, hei, Ótrúlega spenna hér á loka andartökunum í þessum frábæra Hafnarfjarðarslag Hauka og FH í Schenker-höllinni á Ásvöllum. Staðan hnífjöfn 26-26 þegar 5,5 mínútur eftir. Haukar manni færi í næstu 35 sekúndurnar eftir að Heimir Óli Heimisson fékk rautt spjald fyrir fólkskulegt brot á Gísla Þorgeiri Kristjánsinni. Leiklið búið hjá FH. Ásbjörn. FH með 2 línur en að brjóta þetta upp þannig. Óðinn fær ekkert pláss þarna. Einar Rapp fyrir allar í skotið. Ásbjörn kemur boltanum til horn. Allt opið fyrir Arnar Freyr sem skorar hann nær. Arnar Freyr Ársælsson að koma FH-ingum yfir í 27-26 í fyrsta sinn. Síðan í stöðinni 21-20 sem FH-ingur er yfir. Annar markið hjá Arnari Freyr. Hann jafnaði 26-26 og hann kemur FH-ingur núna yfir 27-26. Nærmið 5 mínútur eftir.
Daniel Ingason neglir boltann hérna bara upp í samskeytin og jafnar hann í 27-27. Fjóra markið hjá Daniel Ingasinni. En spennan gjörsamlega ramögnuð hér á Ásvöllum. Og línusendingin á Jóhann Karl, en Dietrich Morkunas ver boltan lengst upp í rjáfur, hann kom ekki við loftið og FH með frákastið. Gísli Þorgeir í gegn og kemur FH yfir. Fyrsta markið hjá Gísla Þorgeiri Kristjánsson í leiknum sem kemur FH marki yfir þegar 4 mínútur eftir. Þarna var hann áraðinn, stakk sér bara inn í djúpið. Gísli Þorgeir Kristjánsson kemur FH marki yfir. Þetta verður spenna, allt til enda. Það er alveg á hreinu. Daniel út í hornið á Guðmund Árna. Hann hefur ekki tíma til að fara hann í gegn. Daniel kemur hann á Tjörva. Nú vilja FH frá hendurnar á loft hjá dómaranum og þetta skot yfir hjá Ivkovic. Þetta getur einn stýrt fyrir Hauka. FH fara sér að engu óðslega. Engin ástæða til þess. Þrjár mínútur eftir af leiknum. Ásbjörn með línusendingun á Jóhann Karl sem sækir vítakast. Dietrich Morkunas algjörlega sótillur hann af. Þetta var mikilvægt fyrir FH. Geta komið sér 2 mörkum yfir, takist þeim að skóra úr vítinu. Sjáum aftur Ásbjörn með línusendinguna. Og Jón Þorbjörn fylgir Jóhanni Karli hérna eftir inn í teig. Einar Rafneiðsson getur komið FH 2 mörkum yfir. Dietrich Morkunas til varnar. Og Dietrich Morkunas með gríðarlega mikilvæga markvörslu fyrir Hauka. Vá, hvað þetta skiptir miklu máli fyrir Hauka. Heldur þeim inn í leiknum. Þeir innan við 3 mínútur eftir. Þarna hefði Einar Rafn getað farið langt með að tryggja FH sigur í leiknum. Eyjamenn gerðu jafntefli á móti Akureyri. Ef þessi leikur endar í jafntefli líka, þá verður nú eitthvað í lokaumferðinni. Og Adam Haukur í gegn og Ágúst Eli Björgvinsson. Át þetta frá Adam Hauk í Bamrúk. Og FH fá annað tækifæri til að komast 2 mörkum yfir. Stór hluti FH risin á fætur, allavega í hægri stúkunni. Það Ásbjörn, brotið honum, auka kast. Ásbjörn. Einar Rafn brotið á honum, Daniel sem braut, tíminn gengur áfram. Innan við 2 mínútur eftir. FH geta farið ansi langt með þetta hér ef þeir tekst að skora. Einar Rafn. Og Gísli Þorgeir, hann ískaldur. Það dæmt á sig skref hins vegar. FH halda boltanum. Áfram gengur tíminn og það FH í hag akkurat núna. Hendurnar komnar á loft hjá dómaranum. Og Einar Rafn og hann að krækja í vítakast. FH geta farið ansi langt með þennan leik hér. Fá víti þegar 1 mínúta og 13 sekúndur eftir að leiknum. Sjáum þetta aftur, Einar Rafn sækir þetta. Þá kom Daði Styrmisson, dæmdur brotlegur. Og nú það Ásbjörn Friðriksson sem á að taka víti fyrir FH. Dietrich Morkunas til varnar.
og Ásbjörn Friðriksson skorar. Ásbjörn Friðriksson að koma FH 2 mörkum yfir. Er þetta augnablikið sem tryggir FH hreinlega bara deildarmeistaratitilinn? Það er sjálfsögðu snemmt að segja það núna að þetta var mikilvægt mark. Ef þið fær í 6-0, það tekur strax Júta. 6-0, kemur við baka á danna. 6, en það fyrir títur einn. Haldur koma strax að skoða þetta. Ívarsson sem líka sig. Í sögja varnana, fyrir við 5-1. Ívan chase defense, 5-on defense. Ef að tími að fyrir 5-1, ef að lítið eftir, að fyrir við maður og mann og brjóttum ekki. Þeir fyrir snöggt og svo. Það er tími ekkert panik, Sölvi. Það var gott markina strax, 7-6, koma á þetta. Einn tímið börn og hafnum, koma! Það er náttúrulega sér þig! Tveggja marka munur, FH í vinn. Haukar hafa rétt rúma mínútu til þess að reyna að ná sér í stig úr þessum leik. Þeir geta gleymt því að ná í 2 stig. Þetta er bara spurning hvort þeir tekst að vinna upp tveggja marka forskot FH á 64 sekúndum. Eða hvort FH-ingar sé að tilla sér á toppinn og koma sér í algjöra kjörstöðu fyrir lokaumferðina. FH á heimaleik á móti Selfossi 3. apríl. Og Ivan Ivković bygga munni strax fyrir Haukar. Þetta var nákvæmlega það sem Haukar þurfti að halda. Að fá mark strax. 29-28 og Haukar eiga ennþá von. 45 sekúndur eftir. Og FH-ingar fara rólega af stað. Þetta var 10. markið á Ivan Ivković í leiknum. Eins marksmunur. Það er ekki öll von úti fyrir Haukar. Þeir hafa bara hálfa mínútu til stefnu, verða að vinna boltan. Andri Heimir andar fremstur í vörninni, Ásbjörn kemur honum á Gísla Þorgeir. Einar Rapp, Andri Heimir brýtur, auka kast. Stoppa tíman, 23 sekúndur eftir. Það yrði nú eftir því að Haukar inn boltan. Þvílík loka umferð sem það yrði ef allt yrði enn jafnt. Hendurnar á lofti á dómarunum, FH-ingar verða að hafa hraðar hendur núna. Ásbjörn kemur honum að Gísla Þorgeir. Gísli Þorgeir verður að gera þetta sjálfur. Kemur boltan með línuna og Jóhann Karl Reynisson sem tryggir FH-ingum sigur hér á Haukum. FH-ingar fara með 2 marka sigur á Hólmi á Haukum og þeir eru ekki bara að vinna Montrétin í Hafnarfirði. Þeir eru líklega að fara langt með að ná sér í deildarmeistaratitilinn og þar með heimaleikjaréttinn út þessa úrslitakeppni. Reyndar ein hindrun eftir í veginum. Þeir eru taka á móti Selfossi 3. apríl klukkan 7:30. En það eru FH-ingar sem eru einir á toppnum núna og gjörsamlega með pálmann í höndunum. Þeir eru með 35 stig á toppnum. IBF í öðru sæti með 34 og Haukar í 3. sæti með 33. En það eru FH-ingar sem fagna sigri eftir frábæran háspennu handboltaleik. Úrslitin Haukar 28, FH 30. Strákar, lokatölur 28-30 þessar lokasekundur leiksins. Hvað er þetta að segja, Reynir? Með lokasekundan, ég veit það ekki. Ég verð alveg að hrósa Ásbyrni Ása. Hann var ótrúlegur leikmaður og þvílíkur leikur hjá honum. Hann var allt í öllu í æfingunum sóknarlega. Hann var að senda línusendingar, hann var að skora mörk. Mér finnst hann eiginlega maður leiksins. Sammála því, Bjarki? Já, klárlega. Hann átti stórkostlegan og óaðfinnanlegan leik. Ég meina, hann er að skora mörk, ég held að sé með einhver 7-8 í fyrri hálfleik. Ég held að gefa alla línusendingarna sem að þeir áttu FH-ingar með marki eða víti. Það eru örugglega eitthvað eitthvað í kringu 10-12 eitthvað svoleiðis. Hann var bara óaðfinnanlegur, frábær leikur hjá honum og hann er sigurinn fyrir FH í dag. Er það þannig? Er hann sigurinn fyrir FH í dag, Reynir? Hvað segir þið? Er hann sigurinn fyrir FH í dag? Er það Ásbjörn sem skilur á milli liðanna? Já, hann á gríðarlega stóran þátt í þessu. Hann var alveg ótrúlegur og mér hefur alltaf fundist Ási góð leikmaður og þetta er svona leikmaður sem hefur X-faktorinn og ef að FH-ingar ætla að gera eitthvað í úrslitakeppninni þá veldur það mikið Ása. Ef við förum aðeins yfir hérna seinni hálfleik. FH-ingar náttúrulega leiddu í hálfleiknum en hvað er það sem að klára leikinn fyrir þá? Sko, mér fannst
Já, á 42. mínútu hérna í seinni hálfleik, 18 mínútur eftir og þá fannst mér nú Haukarnir hugsanlega vera að fara að taka þetta. Þeir komast yfir 22-21, Tjörfi var búinn að vera frábær upp að mínútu síðara hálfleiks. Fannst eitthvað svona lægð yfir FH-haukarnir, þeir skiptu markmann sem að var, já, klukkað einhverja bolta en seig síðan niður, þannig að, já, bara FH-haukarnir voru klárlega betri, komast aftur inn í leikinn og fá náttúrulega líka Gústa inn í markið aftur og hann fer að taka færi. Þannig að þetta var svona jójó og í rauninni sterkari karakterinn vann þetta í lokin. Er það ekki akkurat málið að sterkari að koma tilbaka, þeir lenda undir í fyrsta skipti í leiknum í seinni hálfleik þegar það er ekkert svo mikið eftir, en samt náður að kýra sig aftur og koma einhvern veginn aftur tilbaka. Mér fannst eiginlega vendipunkturinn í síðara hálfleik einmitt þegar voru að missa þetta úr höndunum á sér. Það er þegar þeir breyttu varnarleiknum. Einmitt það sem við vorum að tala um hérna í hálfleik, þeir hérna fóru 3-2 og þá einhvern veginn fannst mér þeir ná trúni aftur og ná að taka svolítið svona tempo úr haugunum. Ívan svona hafði sloknað svolítið honum, þannig að mér fannst það eiginlega vendipunktur. Það lítur náttúrulega að vera erfitt fyrir svona stóran og stæðilegan mann að vera að keyra sig út í 60 mínútur og hann spila náttúrulega mikið í sókn og það er mikið verið að ýta utan í hann og eitthvað svoleiðis. Hvernig verður þetta í úrslitakeppninni? Er þetta maður sem er hægt að treysta á þegar það eru leikir annan þriðja hver dag? Já, ég meina hann kemur í janúar til liðsins og hérna, þeir eru bara að slípa hann ennþá til. Hann sjálfsagt á kannski einhver leyndamál inni sem bara á að uppgötva. Við vitum það ekki, það sést kannski í úrslitakeppninni. Halldór Sigfússon, þjálfari FH, er komið til Þorkels. Herru, við fáum ekki hljóða á Halldór alveg strax, en strákar, ef við förum aðeins líka betur yfir hérna ruðningin sem er dæmdur á Haukana hérna, sem að hefði átt að vera dæmt á Haukana þegar þeir fara í sóknina, þegar þeir eru 20 mínútur eftir að leiknum. Þeir eru nýkonur yfir, hefðu getað komist 2 mörkum yfir. Er þetta líka einhver vendipunktur? Hvað fannst ykkur dómarinn í leiknum? Ég, svo sem get ekki dæmt undir atvik, ég sá þetta ekki nægilega vel, en ég ætla að hrósa Jónasi og Antoni. Antoni, alveg bara datt út. Þeir voru, fannst mér, mjög flottir, þetta er okkar besta dómarapar, þeir voru yfirvegaðir í öllu sem þeir gerðu. Ok, dómar að gera sín mistök, kannski hjá þeim í dag, kannski 2-3, max 4, en mér fannst þeir bara óaðfinnanlegir miklu leyti. Rauðaspjaldið, hvað fannst ykkur það sem að Heimir fær, sem er náttúrulega svona þeirra helsti vardamaður, var þetta réttarinn? Ég hefði bara þurft að, já. Ég er ekki búinn að sjá endursýninguna. Ef þetta er viljandi þá er þetta rautt spjald, en má sjá. Sáðu hérna stekkur upp og þetta eru 2 útréttar hendur fram. Já, ég veit það ekki. Ég meina, það er það ekki skrifað einhvers staðar í reglurnar, ef þú fer svona hráttalega fram hann þá er það rautt spjald. Hvort að bláa spjaldið eiginlega að fylgja með, ég ætla ekki að dæma það. Ég held að þetta er rétt að rauða spjaldið, já. Og er það ekki líka hvernig leikmenn detta? Er það ekki farið að taka það inn í þetta líka? Jú. Ég meina, Ívan datt hérna nú í fyrra hálfleik alveg svo ég veit ekki hvað kylliflatur. Ég meina, áttu þá ekki að gefa eitthvað rautt spjald fyrir svoleiðis hrindingar, sko. Það er, þegar maður er komin í loftið og honum er hrind, þá er það klárlega 2, þeim er ljótara sem þá er það bara rautt spjald. Herðu, við förum í tilraun 2 með Halldór Sigfússon. En það hefur nú varla verið svona mikilvægt að vinna Hauka sem núna. Þetta var sérstakur leikur, við vissum alveg hvað var undir og mættum bara þannig í leikinn og við vorum höfðum svona frumkvæðilega frá fyrstu mínútu þó svo að þessi kafli seinna áleik hafi hann kom og við náðum samt að vinna okkur út úr honum og aðeins að núlstilla okkur, það var mjög mikilvægt. Varst ekkert orðinn frekar pirraður að missa niður 6 marka forskot? Nei, alls ekki pirraður, við þurftum að halda fókus. Haukaliðið er frábært og mjög vel skipa og vissum að þetta er bara 60 mínúna barátta og við þurftum að halda út 60 mínútur og það eru sveiflur í leiknum alveg eins og við að fara 6 fram úr og kannski að missa það niður á löngu tíma en það var mikilvægt að klára þetta og virkilega sterkt í lokin að klára þetta með 2 marka sigri. Það töluðu allir IBVF og Hauka fyrir leiktíðina en það eru FH-ingar sem eru með Pálmann í höndunum fyrir lokaumferðina. Þegar við settumst niður í haust og sumar þá vissum við alveg að við getum gert allu ákveðnum hlutum við vetur og titlum. Það eru þá líka alltaf fungera, menn þyrftu að leggja mikla vinnu á sig og við þyrftum að ná miklu fram og allt það. Við erum að ná því en samt búin að vera með menn í meiðslum við vetur og erfiðleikum með það en það sýnir að bara við erum breiðan leikmannahóp og strákarnir múin að standa sig frábærlega en það er ennþá eitt verkefni eftir, það er Selfoss á
þriðjudaginn og svo bara kemur úrslitakeppnin. Þannig að þetta er þó þessi sætt að vinna í dag og frábær, þá er ennþá nóg eftir. Það er ekki bara deildarmeistaratitilinn í húfi, heldur líka heimaleikjaréttur út úrslitakeppni. Ja, klárlega og þú veist, þegar maður að leggja þetta á sig alla veturinn og eru komin í þessa stöðu, þá verðum við að klára það. Þú veist, það er enginn að gera það nema við sjálfir og það er líka mikilvægt að, þú veist, ef þú ferði í öll þessi innví að klára þetta á heimavelli og vera með heimaleikjaréttinn í 3. og 5. leik, það er frábært. Hamingju með sigur. Takk fyrir það. Það var talað afturheldingu áramótin, það var talað haugana fyrir mót, það var talað IBVF núna eftir undanfarnar umferðir. Er það ekki svolítið sem að hjálpa FH að þeir eru svolítið að koma, þetta er svona í orðsins fyllstumerkingu bak þeirra megin að deildarmeistaratitil? Já, Reynir, takt orðið. Ég held að það sé mikið til í þessu að svona kannski athygllin á flestum hefur verið á öðrum liðum heldur en FH en það sem ég held að svona gert gæfuminni fyrir þá er það að þeir eru með meiri liðshöld heldur en mörg undanfarin ár. Þeir eru svona með leikmenn sem þeir eru ekki með þessu vandræðaleikmenn sem hafa kannski verið síðustu ár hjá þeim í hóknum. Þannig að þeir hafa náð meiri liðshöld og þetta einhvern veginn bara gengið vel hjá þeim í allan vetur. Samanlega þessu verkin? Já, klárlega. Ég meina, í FH-liðinu eru margir flinkir handboltamenn. Ég meina, Einar Rafn er búinn að fara hamförum í vetur. Ási náttúrulega búinn að vera mikið frá en þegar hann er inni þá er liðið ennþá sterkara. Svo er hann Gísli Kristjáns, ungur, mjög efnilegur strákur sem kom hérna inn á í dag og mér fannst hann gefa svolítið gæfum munin fyrir liðið þar sem að Jóhann var orðinn þreyttur og í rauninni sprunginn. Þannig að þeir eru með mjög ungt, efnilegt lið og Halldór er greinilega búinn að ná að mótivera þetta lið sem einn góðan, flottan hlekk og það er bara að skila árangri. Skulum heyra hvað Gunnar Magnússon, þjálfari Hauka, hefur verið að segja við Þorberg Gunnar. Gunnar, þú er búinn að fá núna nokkra mínútur svona aðeins að melta leikinn. Hvað er að fara í gegnum hugann? Þetta er ótrúlegur leikur náttúrulega og þetta spurningur myndi falla kannski í lokin en munur á leikunum í dag fannst mér að þeir héldu hausinn 60 mínútur og við mistum hausinn 55. Glórulaust brot, lendum einum færri eða 5 mínútur eftir. Það er hrikalega erfitt. Staðan í jöfn og förum inn í loka 5 mínútur í undirtölu. Sem við verðum svona átök á leik með það og þá fór deildarmeistaratitilinn held ég. Þessi leikur í heldina, er þetta svona fyrstu 20 mínútur kannski sem eru bara óásættanlega kannski? Já, við erum á lengi í gang fyrstu 15-20 og missum á langt fram úr okkur. Varnarlega bara og alltaf passífir og komumst ekki í kontakt við þá og þeir voru að skjóta bara í gegnum okkur í fyrri hálfleik og náum einhvern svona almennilegan kontakt varnarlega. En komum tilbaka og náum að þétta okkur og náum líka aðeins betri rytma sóknarlega og komumst inn í leikinn. Við vorum komin með frumkvæði leiknum og mér fannst þeir eru komin með öll tökin í seinni hálfleik en við getum sjálf okkur kynnt hvernig við kostuðum þessu frá okkur. Heimaleikjaréttur í undanúrslitum ef þið farið þangað kannski bara floginn þá í burtu? Þetta er þetta er mikið undir kvöld og ég meina sigur að við hefði komið ekki kjörstöðum deildarmeistaratitilinn og tap er 3. og 4. seti þannig að þetta er stutt á milli og ég er bara ósáttur í svona hafnarfræðslag. Við vitum hvað er undir og við vitum hvað er í húfi að reyndimenn við verðum að halda haus í 60 mínútur annars eigum við ekki breyka. Reyndir menn við verðum að halda haus í 60 mínútur endar Gunnar Magnússon árið á hverjum er hann að beina þessum orðum? Já, hann er náttúrulega með reynslu mikið lið, marga sem eru búin að vera þarna heil lengi, þannig að alltaf sé ekki tala við þá sem eru með mestu reynslunni í liðinu. En ég meina, er þetta ekki bara ágætt fyrir Hauka að verða ekki deildarmeistarar? Ef það lenda móti FH þá gengur þeim betur í Kaplakrika en hérna, þannig kannski það er kannski bara orðið betra. En strákar, það sem að náttúrulega kannski helst þessi heimaleikjaréttur í úrslitakeppninni snýst það er náttúrulega að vera með og sérstaklega fyrir FH að vera með heimaleikjaréttin gegn IBVF ef kynni að þau myndu enda í úrslitum. Ég meina það hlýtur að vera ákveðin forgjöf að þurfa ekki að fara tvisvar til Eyja. Já, vissulega, það er rétt hjá þér að mjög erfitt að fara til Eyja og svona fyrirfram er heimaleikjaréttur náttúrulega mjög mikilvægur en við höfum séð í úrslitakeppni þar sem að leikir að vinnast einhverju á útileikjum og maður svona veit aldrei fyrirfram hvað verður en ég er svona aðeins að segja varðandi Haukana, mér finnst svona heildaryfirbragðið á liðinu ekki gott. Margir veikir hlekkir, Heimir og Jón Þorfill, þeir eru seinir á fótunum. Þeir eiga það í vandræðum varnarlega, þeir eru að standa vitlaust á skotmennina og skothendina hjá FH-angunum.
Sóknarlega eru þeir líka brothættir eins og við erum búin að fara í gegnum, þannig að ég er ekkert alltaf bjartur fyrir hönd Haukana í úrslitakeppninni. Já, Danni náttúrulega var frábær í Haukaliðinu í dag. Tjörfi kom með góða kafla þó hann sé á annarri löppinni. Ég saknaði Adams. Adam sást lítið til þess að Já, hvað er hann þar? Er hann meiddur eða veikur eða hvað? Ég menna, þeir eiga hann alveg 100% inni. Við erum ekkert að fara að afskrifa Haukana hérna. Þeir eru eftir að fara langt í þessari úrslitakeppni, ég klára því. Hákon Daði, hann hlakkaði væntanlega til að fara í úrslitakeppnina. 94 mörk í 12 leikjum í síðustu úrslitakeppni. Þetta er svona hans tími eða ekki, þannig að þeir eiga hann líka inni. Ég veit það ekki minnst. Hákon Daði er búinn að vera skugginn af sjálfum sér eins og hann búinn að vera góður frá hann kom frá Vestmannaeyjum og eins og hann spilaði þar. Þannig að ég veit það ekki. Jú, hugsanlega. Þetta er skemmtilegur strákur en maður veit ekki. Við fáum þá að heyra hvað Ágúst Eli hefur að segja við Þorkell Gunnar. Ágúst Eli, innilega til hamingju með sigurinn. Það hefur oft verið mikilvægt fyrir ykkur að vinna Hauka en aldrei kannski svona mikilvægt. Nei, ég held að það sé bara mikilvægasti leikur sem við spila. Svona þrátt fyrir, ef maður tekur út úrslitakeppnina fyrir 7 árum. Þá er þetta bara eitt stærsti leikur sem við spilum við Hauka held ég. Allavega ég. Og stemmingin eftir því inn í klefa, hvað voru að gera? Þú vorst að draga mig úr einhverju írsku dæmi, eitthvað Will Griggs dæmi. Þannig að það er dýrt en við erum bara að fagna og svo ef þetta er búið í kvöld þá einbyttum okkur bara selv fyrir næsta leik. Var ekkert ekki búið nefnilega sko. Var ekkert fara ykkur í þessu leik eftir að þið mistu þessa 10-4 fórustu niður í síðan jafna leik og Haukar síðan náttúrulega einu marki yfir lengi vel í seinni? Ég væri að ljúga ef ég myndi segja að það hefði ekki smá stress þarna en síðan ýttum maður bara stressum til hliðar og fór að einbytta sér að spila handbolta sem við erum mjög góður í. Og við fórum bara að einbytta okkur að því sem við vorum búin að leggja fram fyrir leikinn og planið okkar og svo bara fór þetta dett inn, við fórum að skora og við fengum markvörslu, þeir voru að gera skotfélag í sókn og samanskapið vorum að spila fárlega og grimma sóknarleik. Það bara að vendir punktur í þessum leik, 10 mínútur fyrir leikslok. Þá fer þetta að klikka og við vinnum hérna leik. Og þetta er í ykkar höndum fyrir lokaða umferðina, er ekki svolítið bara gaman líka að vera í þeirri stöðu með það umræðan hefur kannski mest verið IBVF, Hauka og Aftureldingu vetur en kannski ekki ykkur? Jú, við erum náttúrulega búin að hugsa bara í alla vetur þetta sé okkar höndum og sérstaklega þegar ég veit ekki hver reiknaði saman en við reiknaði saman að ef við myndum bara vinna okkar leiki og þá myndum við vera deildarmeistarar og við erum bara búin að hugsa okkur, við erum ekki búin að pæla hvað Haukar, IBVF eða Aftureldingu búin að gera þannig að þetta er alltaf í okkar höndum og ef við komum ekki klárir til leiks þá er enginn að fara að gera það fyrir okkur. Og það er ekki bara bikar í húfi, það er heimaleikir réttur út úrslitakeppnina? Já, fullt í boðinu. Það er meðal annars þetta og svo er það bara mótrétturinn og við fengum alltaf mótréttin út af úrslitakeppni núna. Ég veit ekki hvort við mætum Haukum en fjörinn eru hvítur akkurat núna. Til hamingju með sigurinn. Takk. Strákar, 4 leikir í kvöld, 3 af þeim enda með jafntefli og 1 leikur enda með einsmarkssigri og það var Selfoss Valur 29-28. Hinir Grótta Stjarnan 31-31, Fram Afturelding 32-32 og svo IBVF Akureyri 22-22. Þessi umferð er ekki fyrir hjartveika? Nei, þetta er eins og við viljum hafa og dramatík og spenna fram á síðasta leik og síðustu sekundu, þannig að ég fagna því bara. Við ætlum að fá að sjá myndir úr Eyjum. Við erum held ég komin með loka mínútuna. Komum þetta inn á 29-21. Eyjamenn í sókn. Boltinn fer niður í horn. Akureyri vinnur boltan og fara svo í sókn. Sverre kemur sér fyrir inn á línunni. Og eins og við sjáum stemmingin mikil í Eyjum. Og hér er svo aukakast stemmt og í framhaldinu taka Akureyringar leikhlé. Og þarna er staðan 21-22 Eyjamönnum í vil og Sverri og Ingimundur teikna saman leikfléttu. Þannig að sjáum við 5 sekúndur eftir á klukkunni, 22-21 Eyjamönnum í vil og sæti eiginlega bara í Ólísdeild á næsta ári í húfi fyrir Akureyringa. Og við sjáum hérna fléttuna, Kristján Orri Jóhannesson fer inn úr horninu. Ásakið, þetta er nú reyndar ekki Kristján Orri. En þeir jafna leikinn þarna í 22-22 og þeir þurftu þá að treysta á það að Grótta
og að Stjarnan myndi tapa stigum á móti Gróttu. Það gerðist alveg á lokamínútunum, þannig að það er ekkert lið fallið eins og staðan er okkar núna. Nei, ekkert lið fallið. Framarnir konir í hvað, 21? 21. Já. Stjarnan hvað, 20 og þeir í 18 Akureyri og ég meina síðastu umferð, hún... Stjarnan Akureyri í Garðabænum, ég meina það hlýtur að vera bara rútuferðir bara allan laugardaginn frá Akureyri og upp í Garðabæ, hlýtur að vera. Já, hlýtur að vera og þetta stig sem að Akureyri nátt í eigum er alveg gríðarlega mikilvægt og svolítið óvænt en vel að sé vikið hjá að mann á þessum punkti. En við skulum heyra viðtöl við þjálfarana eftir leiki í eigum. Þetta er flókin staða. Já, hver er staðan fyrir ykkur eftir þetta jafntefli? Það veltur kannski svolítið bara á hvernig leikur Stjörnunnar fyrr. Sjálfsagt er þetta stig kannski ekkert neitt rosalega stórt fyrir okkur, ekki nema það að Stjarnan gerir jafntefli líka sko. Þá hefur við enda séns í síðasta leik. Þannig að það var gott að ná þessu marki og svolítið bara svona gott fyrir okkur líka upp á þá næsta leik sem að ég vona að verði bara úrslitaleikur fyrir okkur. Arnar, hvaða máli skiptir þetta stig sem þið missið hérna í restina? Það skiptir nú sennilega því máli að annaðhvort Haukar eða FH klárar að deildarmeistaratitil. Þannig að við getum svo hvatt hann með þessum tapaða punkti inn í kvöld. Ég sé þið glaðari, hvernig fannst þér þetta ganga annars? Já, ég hef alveg verið glaðari sko. Mér fannst við raun og veru falla bara á prófunu sko. Við búin að vera að spila vel og vogum okkur að koma hérna á móti liði sem er að berjast fyrir lífi sínu og gefur allt í leikinn með að mér finnst hangandi hend. Við vorum búin að skora 2 mörk eftir 15 mínútur og það er náttúrulega ekki boðlegt. Þú ert kannski ekki rétti maðurinn til að spyrja en það er næsta sem ég kemst í að fá svar við spurningunni af hverju skaut Grétar Eyþórsson ekki þarna í blálokinn? Já, það er ágætis spurning. Þú verður eiginlega bara að spyrja hann sko. Þetta var allavega kjöri færi til að fara inn og klára þetta en þú verður bara að tjekka á í honum sko. Það verður að svara þessu. Ertu búinn að spyrja hann? Nei. Ég er ekkert búinn að fara inn í ákveðin atriði úr þessum leik. Við náttúrulega bara heilt yfir verðum að meta það hvernig við komum til leiks og hvernig við undirbyggum undir þennan leik og hvernig við svona farið í gegnum seinustu daga og þar bara fjallum við á prófinu og við þurfum að læra klárlega því að þetta er bara það sem koma skal. Þetta eru orrustur og við töpuðum henni í dag. Niðurlútur Arnar Pétursson er með frábært lið í höndunum en er það ekki bara rétt sem hann sagði, þeir fjallu svolítið á prófinu. Ég meina, þetta átti bara að vera göngutúr í garðinu fyrir að vinna þetta Akureyri. Er það ekki einmitt það hættulega að halda þessi góðu göngutúri? Þeir hafa haldið bara að þetta yrði sýnd veginn ekki gefin en ég meina, þú voru að fara í alla leiki til að berjast ég meina, það er deildarmeistaratitill í húfi fyrir Vestmannaeyinga. Akureyri að berjast fyrir lífi sínu, þetta er að vita og þeir eru að tala á heimavelli. Fáum að sjá hérna stöðuna í deildinni. FH-ingar efstu núna með 35 stig, IBVF með 34 og við skulum muna það að FH er með innbyrðisviðuregnir á bæði IBVF og Hauka. Þannig að það nægir þeim að vinna síðasta leikinn, þá verða þeir deildarmeistarar. Nú Akureyri og Stjarnan þarna neðst. Akureyri með 18, Stjarnan með 20. Vinni Akureyri Stjörnuna, þá er Stjarnan á leið niður. Já. Og Akureyri náttúrulega þannig sé líka, en ef við gerum ráð fyrir fjölgunin í deildinni, þá fellur bara 1 lið. Já. Og sem þýðir þá að Stjarnan er á leið niður ef að þeir tapa fyrir Akureyringum. Það er rétt. Af því að Akureyringar eru með innbyrðisviðuregn á Stjörnuna, en Fram endar með 21 stig. Eða er með 21 stig afsakið í 8. sætinu, þannig að þeir eru sloppnir við fall. Nei. Jú. Já, þeir eru sloppnir við falli sem slík. Já, falli sem slík. Já, þá er ég að tala ef fjölguninni, við gerum ráð fyrir fjölguninni. Þá er þeir sloppnir. Ef við förum aðeins út í framhaldið, Grótta Fram mætast þarna í leik kannski sem skiptir ekkert allt of miklu máli. Stjarnan mætir svo Akureyri, Valur mætir IBVF, FH mætir Selfossi og Afturelding mætir Haukum. Það er væntanlega FH Selfoss og Stjarnan Akureyri sem að verða svona kannski 2 stærstu kortin í næstu umferð. Já, það er sammála með því. Alveg klárlega. Það er bara klárlega svoleiðis. Ég veit það ekki, svona sem maður á norðan, þá vil maður nú alltaf hafa eitt svona liða á landsbyggðinni með hver er svona eitthvað skoðun af því?
Sem leikmaður... Mér finnst alltaf svona svolítið charmi í því, sko. Já, sem leikmaður þá var ég alltaf til að sleppa það að fara þarna norður og til Vestmannaeyja, sko. En jú, það er alveg rétt að einhvern veginn finnst mann mikilvægt að hafa lið þarna í úrvalsdeildinni fyrir norðan og fara svona útbreiðslu handboltans og við þurfum að fá handboltan víðar landið. Bjarki, sammála því? Þetta er ekki sammála. Þetta er stórhættuleg spurning. Nei, sko, ég tek alveg undir þetta með einu. Þetta var alveg þrautleiðilegt að fara hérna í rútu fyrir norður og síðan að fljúga til Eyja og að taka bátinn. En að sjálfsögðu þurfum við að hafa lið á landsbyggðinni í efstu deild. Það klárlega bara breiða þetta betur út og hafa topplið út á landið. Það er bara frábært fyrir handboltan. Fyrir þessa loka umferð þá náttúrulega horfum við líka til þess að munurinn á toppnum og botninum, hann er ekki einu svona það mikill með við það að í fyrra þá er Haukarnir að vinna deildina með 47 stig og þeir eru 18 stigum á undan neðsta liðinu. Núna er ekki nema 15-16 stig sem er að skilja eftir neðsta liðina. Já, ég er sammála því og svona munurinn er miklu minni heldur en ég bjóst við. Liðin svo fram er búið að koma gríðarlega mikið á óvart. Er eiginlega í alveg ótrúlegri stöðu að hugsanlega þeir að bjarga sér. Liðið svo Akureyri líka búið að vera í miklu meiðslavandræðum í vetur og hafa náð góðum punktum. Stjarnan hefur kannski allir svolítið vonbrigðin svona framan af þegar maður einhvern veginn bjóst meira en auðvitað eru þeir mikið háðir Óla Gúst. Þannig að ég er svona sammála því að svona bilið milli neðsta og efsta er minna heldur en maður bjóst í. Stjarnan næst dýrasta liðið deildarinnar hef ég einhvern tímann heyrt sagt, það væri nú vonbrigði að þeir myndu falla. Já, ég meina þeir sönguðu að sér leikmennum fyrir tímabilið og ætluðu sér stóra hluti og ég held að þetta séu mikil vonbrigði fyrir Stjörnuna að vera svona neðarlega. Þar hafið það, þessum leik er þá lokið hér á Ásvöllum og hann líkur með sigri F-fóinga og F-fóingar í kjörstöðu að vinna deildarmeistaratitilinn. Ég, Reynir og Bjarki, við þakkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Takk og bless.